Komiði sæl og blessuð og verið velkomin í vormót ljósleðarans. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og verð með ykkur hér í kvöld og í fjarveru Tomma Ísiti þá ég komin með geggjaðan gest í settið. Það er þriðja besta. Ég ætla að segja næst besta svo hugsa ég get ekki satt að vera framan Óla maður. Ég tek þriðja sætið. Tekur þú þriðja sætið? Já, ég minnst ekki að því. Það varst þú sem sagði það ekki ég sko, þannig að þetta er fínt. En já, algjörlega snilling, ekki steypa. Sælir, skælir. Búin að vera einu sinni áður, kom hérna að myndum á það að ég hefði komið miður í útsendingu. Það var góð leið til að komast inn, fannst mér, þægilegt. En ég er búin að gera þetta einu sinni með þér, einu sinni með Tomma og nú ætlum við að gera þetta í þriðja skipti og það er stærri leikur fyrir framan okkur. Ég hef ekki fengið að lýsa Dusty. Nei, og þó þú hafi kannski bara lýst CS þrisvar, þá ertu ekki óvanur því að lýsa. Nei, lýsir öllu sem hreyfist. Já, ég reyndar Tommi réð mig ekki í hlutverki, ég skil hann akkur, sko. Kannski betra að hann sjáu að lýsa því. En ég, Dusty Kano. Ég hef ekki lýst Dusty síðan, það þarf að vera eitthvað 5 ár síðan, held ég að sé, Þá vorum við í Dusty húsinu, yðrættir, og þá fenguður okkur til að græða sig þar, og já, það er svolítið síðan þá, en ég er búin að vera að fylgjast með on-off sinni. Það er alveg, ég þekki öll liðin og ég þekki Counter-Strike alveg nógu vel, ég horfi mikið át úti, þannig að ég er óvanur eins og þú segir. Nei, alls ekki, og ég held að flestir hafi líka bara tekið undir það, ég meina, þú stóðst frábærlega og komst inn að síðast og bara gaman að fá þig aftur. Ég ætlaði að koma með af því að Triple G var í síðustu útsendingu og hann hlaut viðurnefni Triple Brain í chatinu af því að hann er svo mikil gigabrain í Counter-Strike. Þannig að ég ætlaði að intro þig með því að segja en núna er ég komið með eitthvað sem er með steypu í hausnum en svo hugsaði ég, það væri bara ógeðslega leiðilegt að segja. Samt ekki, þegar þetta nafn, þetta er svo gamalt en ég er búin að, það kemur ég man ekki einu sinni, mér fannst það bara líta vel út. Ég sá að allir strákunum voru að koma með eitthvað svona ensk nöfn, mér fannst bara nafni líta vel út. En það á alveg við að því að ég get alveg verið steiftur í hausnum líka, Ég er allavega ekki að fara að challengea Triple G, hann er klárlega með stærri haus en ég, Já, alvöru CS heili þar á ferð, það er nokkuð ljóst. En þú ert nú að koma að því, við erum með stóran leik fyrir framan okkur hérna í kvöld, það er Dusty á móti Kano í síðasta skipti sem var á þriðjudaginn, þá sáum við Ármann fella sögu 2-1, Vega felldi sama dag Fylki 2-0, þannig að við vitum þá að fyrri undanúrslitin eru komin, þau eru ráðin og það er Ármann Vega. Ármann Vega, já. Skulum fá bracketinu upp bara svo að fólki heima geti séð þetta eins betur. Og þarna sjáum við það, Vega Ármann þriðjudaginn 25. mars klukkan 19:30 mun sá leikur fara fram og núna erum við að fara að finna út hverjir verða í hinum undanúrslitaleiknum. Það eru bara 3 útsendingar eftir af þessu móti. Það er í rauninni eftir kvöldi í kvöld, það er að segja. Við fáum að vita hvort það verið Dusty eða Kano og hvort það þeir mæti þá Þór eða hjólinu á enska og það skal líka getið að þetta er single elimination bracket. Það er bara ekkert, þú átt ekki afturkvæmt ef þú tapar. Akkurat, og við erum komin í playoffin núna. Það er single element playoffs, þannig að þetta er bara do or die og við erum að horfa á laugardaginn 29. mars sem að verður úrslitakvöldi, þannig að Dusty Kano, ég býst við að þú ætlar að fara með þetta kannski yfir í predictions. Ég held ég þurfi ekkert að segja þér hvað ég predikta hérna, en hvort það væri 2-1 eða 2-0, ég verð að segja 2-0. Þó að við séum að taka... Fyrir Dusty þá, Já, ég held eins og segi, það eru einhverjir 9 leikmenn hérna inni, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Og Kano eru með blikk, ég heyri það hérna bakvið á hann. Þannig að þú ert með svona... veikleika á móti styrkleika, en ég held samt bara Dusty, það fylgir því bara ákveðið mikið pressa bara, þú ert í Dusty, gerðu svo vel stattu þig, bara... Það gerir það svo sannarlega, en Dusty svo sem ekki búin að vera ókunnir rosterbreytingum upp á síkastið, búið að vera mjög mikil tilfærsla innan liðsins hjá þeim og
og það heldur henni áfram í kvöld og það í hvert einasta skipti sem hún fer að skipta út einhverjum bitum þá alltaf sénsinn að þú hlaupir á einhvern vegg. Ég svolítið að hugsa skilur þú veist, við erum með Kano á móti þeim, það er svona yngra og hungrað lið, ef þeir mæta til leiks alveg bandbrjálæðir þá gætu þeir alveg komið okkur óvart, en svo að fólki heima líka að vita hvaða leikmenn eru í þessum liðum, og skulum við byrja á því að fá liðsmenn Dusty upp á skjáin hjá okkur og fara aðeins yfir þann roster. Og við sjáum að þarna, þetta eru leikmennir sem að munu spila hér í kvöld, Þorsteinn F, Stjáni Guli, Pressi, Edison og Icy Spicy. Og þarna ertu með í rauninni þennan kjarna, þú ert með Þorsteinn F og þú ert með Edison. Þetta eru tveir bara bestu spilarar landsins, þetta er svona góðsagnakendar persónur innan senunar. Edison var bara mörgum álitinn langbestur á landinu á tímabili, Þorsteinn F það sama. Síðasta mótið hjá Þorsteini í Dusty áður en að hann fer út í háskóla, spila fyrir bandarískt lið, þannig að hann vill örugglega enda á háinútinni. Já, algjörlega, þú ert að setja svolítið upp hérna, ekki að hann þurfi á ferilskona að halda, en ég held að veistu, meira segja þó að væri engin pressa á honum, það gæti bara verið honum í hag líka. Herðu, veistu, ég tekur svo bara rólega, hvort ég á leiðinni á toppin, ekki bara að segja það. Jú, ég meina, hann að fá þarna mjög stórt tækifæri allavega og en hann vill alveg örugglega mæta með sigur á bakinu, út í Bandaríkjana, þú veist, ég fór úr mínu regioni á toppnum, bara ég var búinn að vinna allt sem hann hætti að vinna, svona margfaldur-meistari, núna ætla ég að koma og gera það hérna með ykkur. Þannig að ég býst við því að Þorsteinn F og Edison komi brjálæði til leiks. Svo erum við með Stjána Gula, Pressa og Icy Spicy, 3 ungi leikmenn sem að mér finnst sko bara almennt síðan með þess að yngri og óreyndari leikmenn, þeir geta verið hit and miss. Já, Stjáni Guli, ég reyndar sá það, ég man ekki hvaða leik, það var eitthvað grúpsteinsleikur hérna fyrir þetta, hann var á öllum sílindrum og það komur óvart út af því að þetta er ekki nátt sem að ég þekki og ég vona að ég sé ekki að gera honum illt með því að segja það, hann er ekki allavega af þessum toppnöfnum sem við séð lengi, en hann komið verulega óvart. Þá vorum við að Núbis og hann var með eitthvað 30 kill bara og langt á undan sínuleismönnum, en það vísu þá náttúrulega, þú ert alltaf með Þorsteinn og Edison ef að hlutinir þurfa að fara betur. Já, og ég meina það sem ég myndi segja, þú veist, ég sé Stjána Gula standa sig frábæla, ég sé Pressa standa sig frábæla og Icy Spicy í debutinu sem var hérna síðast þegar ég var að lýsa Dusty stóð sig frábælega. Þetta bara spurningin, hvernig standaði sig þegar þú ert komin aðeins lengri inn í mótið, þegar pressan er aðeins meiri og tala nú ekki þegar þú missir kannski, þú veist, þú ert bara með hennar 2 manna kjarna hjá Dusty. Þú veist, það er oft auðveldara kannski að rífa lið áfram ef þú ert meiri hlutinn. Já, ég skil hvað það meinar og já, veistu, þú ert reyndar alveg, mátt eiga það, góður analista, þú ert alveg búin að selja mig núna að þetta verði ekki 2-0 lengur, sko, þannig að Við allavega gæti alveg farið þannig. Já, veist, ég bakka ennþá upp Dusty sigurinn, ég er ennþá hlindu því, en ég held þetta verði ekki eins auðvelt og ég held fyrst, sko. Skulum sjá hverjir eru í Kano, svo þú getur kannski klárað að gera upp hugðin áður en ég pressa á þig fyrir endalega spá. Þar erum við með Topaz, við erum með Ruflu, við erum með Blikk, við erum með Solo og við erum með Nonna. Og Topaz, Ruflu, búin að spila slatta undanfarið, við sáum það mikið í Rick meðal annars. Blikk náttúrulega, búin að eiga flotta leiki, var í Mouse Next því miður, þá voru Valve ranking points breytingarnar, urðu til þess að hann var látinn fara þaðan. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja út í það, ég misti alveg að því, sko. Það hafði áhrif. Já. Sko, það eina sem ég segi hérna og ég er svona, sko, ég er búin að vera að velta því alveg fyrir mér bara, sko, þú veist, núna þekki ég Blikk persónulega ekki neitt. Nei. En ég er alveg búin að hugsa til þess bara hvort að ég ætti að hringi í hann bara, þú veist, til þess að láta vita að þetta sé ekki heimsendir. Nei. Því að hann á alla framtíðina fyrir sér. Algjörlega. Ef hann komast þarna inn einu sinni, þá er hann að fara að komast þarna inn aftur. Þetta er eitthvað utanakomandi breytur sem er að breyta einhverjum aðstæðum á mjög erfiðum tíma í e-sports, þar sem reksturinn er erfiður í mörgum liðum. Þannig að þetta er alls engin dómur hann og ég vil sjá hann koma inn í þennan leik, þú veist, bandbrjálaður, ætlandi að sýna af hverju hann á að vera á toppnum á Íslandi. When you get knocked down, get back up. Já, það er bara nákvæmlega málið. If you die, walk it off. Já, og Blikk getur það.
hann bara, þú veist, hann þessi aggressífi rifflari, CS2 hendar honum rosalega vel og ég held að við séum að fara að sjá blikk á skotskónum hérna í kvöld og það bara spurning hvort að ef þessi sería fer í bara alla 3 leikina eða leikinir fara mjög djúpt og ekki one-sided, hvort að hann sé með þroskan og yfirvegunina til þess að keyra liðið sitt til sigurs. Þetta er svona gæi sem að sko, ef hann hlægjandi og brosandi, þá ættir það bara að vera meira skyrt sko, að spila á móti þér. Þetta akkurat svona, hann má ekki heldur, ef hann líka hafa gaman, þá þú í hættu sko. Þannig að veistu, góð byrjun og líka MR13. Þú veist að maður ennþá alltaf að hugsa MR15 þegar maður að bera þetta saman. MR15 í gangi þegar ég síðast að lýsa officially Counter-Strike-sinni hér sko. Þannig að já, það alveg rétt hjá þér, 2-1, það ennþá option. Ég held að, og þeir eru með Solo búin að vera mjög lengi viðlóðin sinna, ég man að hann var partur af fyrstu 4 liðunum sem að voru bara partur af fyrstu deildinni í Íslandi og hefur alltaf verið mjög góður spilari og svo Nonni þarna líka solid spilari eftir því sem ég best veit, ég þekki hann ekkert mjög ítarlega þannig að ætla ekkert að tala of mikið hann en allavega, þú veist, þetta Solo með reynsluna og hann getur stíið inn ef hlutinni fara að verða eitthvað heitir og ég svona, já, ég hlakka til að sjá hvernig þetta fer. Þetta kanólið áalveg að geta gert geggjaðar hluti, það bara spurning hvernig þeir mæta til leiks og ef að Dusty, við höfum séð Dusty áður, gera mistök með að kannski vannmeta andstæðingin aðeins, ekki taka leiknum alveg nógu alvarlega, alveg nógu snemma, komið sér í erfiða stöðu, náðu síðan að klóra sér tilbaka og vinna. Ég held að það séu ekki mistök sem Dusty mega gerir í kvöld. Nei, mappúlið hjá Dusty, hvernig það á móti Kano? Hafa þeir, sko, núna vantar okkur Tóma Ísliti í seti. Já. Það svolítið þannig. Okay. Ég veit allavega að sko, Dusty, þeir eru mjög góður á Nubis, þeir eru mjög góður á Nuke, þeir eru mjög góður á Ancient. Ég meina kannski frekar, þeir eru alltaf að fara að vera með fleiri möpp hjá sér í sínu vopnabúri. Kannski reyndar ekki út af því að eins og segir, já, þetta svolítið nýtt lið. Ég held að við séum að fara að horfa á sko, Anubis, Nuke og svo myndi ég setja bara sko, þú veist, Dust eða jafnvel eitthvað svona rugglings og Train sem þú veist, við komumst enga báðir, setjum eitthvað, já. Þetta er svona educated guess. Ég kannski að meina það frekar að ég vil sjá Kano spila vítóið, en það, ég var aftur að hugsa að Dusty væri með þetta á hreinu. Talandi vítóið, við erum komni með vítóið, þannig að við skulum fá það hérna upp og sjá hvernig það fór allt saman, eða fer allt saman. Við byrjum hérna Ancient bannað af Dusty, þannig að þá ætla ég að gefa mér það að Kano séu hrifnir af Ancient, sem að kemur heim og saman. Ég hef hort á Kano spila Ancient og þar voru þeir ansi góðir. Og þá spurning hvernig Kano svara hér. Þeir taka út Dust, aftur Megasense. Já, taka út Brawl-mappið á móti arguably sterkari leikmönnum, en veistu, samt hefði það ekki alveg geta verið ok fyrir Kano. Dust reynda bara svo svona, ef þið gengur ekki vel strax þá, býttu, fyrsta pick. Þetta er Dusty að segja, við erum búin að ræða okkur Train. En það ekki, þeir hljóta allavega að tekið 2 tíma inn á server. Það annars engin ástæða til að pikka eitthvað svona mapp þegar þú hefur annað í vopnabúrinu. Já. Hann ekki með Nuke. Eins og ég bjóst því, ég sagði Nuke Anubis Train sem mappúluð okkar, sem educated guess og það væri náttúrulega geggjað hér rétt fyrir mér. Mér aðstekið út. Öll rigmöppin að fara í burtu. Það er engin að fara að spila Inferno hérna. Þú veist, það er ekki heimur þar sem Kano að fara Kano ætla bara að setja sig í Inferno á móti Dusty. Þetta vító. Mér finnst það bold strategy. Veistu hvað mér skeggja við þetta? Þetta eitt af þessum, sko, þegar ég horfa á þetta vító, þá finnst mér eins og að snúi svolítið öfugt. Bara, mér langar svo að sjá Train í kvöld, mér langar svo að sjá Nuke í kvöld. Við fáum það bæði, strax, guaranteed. Inferno, já, þetta perfect þriðja decider mappið, en ég bara heldur för mikið á það. Þetta kemur mér smá á óvart út af því að Kano taka út 2 mest puggy möppin. Já, akkurat. Og maður myndi halda að þú sem yngra lið sem líka með leikmannabreitingar komandi inn í þetta myndir frekar vilja fara í puggy möppin í staðin fyrir að taka meira ströttuðum möppin og hvað þá að enda seríuna í Inferno þar sem að þú ert að spila á móti
þú veist, Dusty sem búið að vera svolítið á toppnum í sinni í langan tíma og þú ert með Þorstein F, þú ert með Edison sem að ættu bara að geta setið á sikkurum sætinum og stjórna sínum hermunum bara til sigurs. Í alvörunni. Þetta er samt, ég er með sama punkt og þú þá. Þú segir að Dusty pick a train, það hlýtur þá því að þeir sem eitthvað prepared. Er ekki að segja sama með Nuke og Kano pickið? Af hverju myndi pikka annars? Já, þú veist, ég held Kano vill bara spila Nuke. Þú veist, þeir eru bara gott Nuke-lið, skilur. Okay. Þeir hafa runnað alls konar Nuke-strats og allt það. En málið er bara, ég held að þeir séu ekki með sko edge á Dusty strategy-wise Nuke-megin. Nei. Kannski mögulega á móti þessu line-upi, gæti verið. Kannski, já. Það sem að ég held meira spurningin mín er meira Kano með síðasta bannið að geta valið Inferno, að ég er alveg að spyrja það sko, er Kano kannski bara búið að vera að prakka Inferno? Eru þeir kannski bara búin að spotta það að þetta Inferno er svona mappið í íslensku sinni akkurat núna sem flýtur eiginlega alltaf í gegnum fyrsta bannfeysið og er tekið út í seinna bannfeysinu og ef þú bara kemur á óvart og bara prakkar slattaða stöffi í Inferno að þá gætur þú svolítið gripið liðin með buksunar á hælunum, ekki búin að spila Inferno lengi af því að það er ekki búið inn í metunni. Akkurat. Það getur verið einhver next level mind games hérna hjá Kano. Það væri allavega gaman, við þurfum að fara þangað til að byrja með allavega, en ég vonast til þess að fara þangað út af því að það mun þýða að Train og Nuke hafi verið klikkuð sería, hvernig sem hún fer eiginlega, út af því að Kano að taka sigur af Dusty, hvort sem það er Train eða Nuke, er big. Já. Það er bara það. Núna ertu búin að sjá bæði lið og þú ert búin að sjá möppin sem við erum að spila. Ertu ennþá 2-0 Dusty? Eiginlega út af fyrstu 2 möppunum, en ég er með svona sem, sko, ég reyni aldrei að koma með hard predictions sem caster, en út af ég er líka analyst, þá ætla ég að segja þetta sé 2-0 Dusty, en mér langar að sjá Kano draga til 3. mapp. Ég sammála, mér langar að sjá það, en ég er sammála þér að ég held að við sjáum það ekki. Nei, það er raunhæf hugsun, bara, en fyrir okkur og áhorfendur heima þá viljum við sjá það, en verðum að fara ángað til að byrja með. Skulum enda okkur inn í fyrsta leik kvöldsins og það er hvorki meira en minna heldur en Lestarstöðin fræga. Eitt af uppáhaldsmöppum Íslendinga nýlega gefið út aftur og ný og við erum hér þar að keppa. Ivy er fyrir valinu hér sem sóknarpúturinn í fyrstu lótunni hjá Dusty. Komnir af stað, Edison og Stjáni Guli sjá hérna að halda uppi efra og á meðan er pressa í æfinni, býtur fellur hérna Úlfur og það er splitt yfir á B og þeir eru komnir, það er bara 2 menn til að halda þessu. Já, pressi gerir vel þarna, búin að finna bæði Ruflu og Tópas, er núna berjast á móti Solo í tenginu, Solo þá fallin en Nonni með góða tímasetningu fær samt ekki sénsinn á að taka bardaðan og mitt Stjána Guðla reynir að einangra Þorstein F en það gengur ekki, pressi með frábæra lótu þarna 3 fellur úr honum og 2 á Þorstein F. Skórbortið er öfugt hérna hjá okkur, þið sjáu Kano 1-0 en þetta er rauninni Dusty. En veistu, já, mjög gott stratt hérna hjá Dusty bara í byrjun og splitt yfir á B og þetta er held ég eitthvað sem við munum sjá meira af í nýjútfærsluna Train af því að þú getur komið svolítið svona fram hjá æfinu eins og það er uppsett núna. Það er ekki bara Get ég þarf að pusha inn Já, veistu hvað ég meina? Og fá upplýsingarnar. Algjörlega. Það er ekki fríar eins og þeir voru þar sem þú kannst spila bara aftast á bombu og séð á krossa. Núna er það bara lokað. Þetta er eitthvað sem ég spáði bara í núna að horfa þá að spila Stratis en segir mér það að þeir eru að kúka eitthvað hérna nýtt. Það er nefnilega, ég ætla nefnilega að vera sammálaðið þar af því að núna erum við búin að sjá Train 2 áður hérna í þessu móti og í hvorugt skiptinu var nokkuð tímann farið Ivy og bæði liðin í öllum þessum leikjum litur svolítið út eins og þeir voru að spila fingrum fram. Strax í pistol þá gerir Dusty eitthvað annað sem er að nýta sér Ivy sem segir mér að þeir eru örugglega búin að ræða eða sitja inn á server og fara í gegnum eitthvað grunnstrött. Algjörlega, já, nákvæmlega bara og núna komni með Nei, býtu, er ég að horfa á þetta vitlaust? Nei, komni með sætið bara frítt. Það er bakkað allir í burtu. Engin dáinn, gætu við fengið að sjá klassíska einhyrningarándið. Það er endur ekkert klassíst við það. Það gerist það sjaldan að við sjáum alla leikmenn lifandi en það gæti gerst. Mér finnst reyndar áhugavert ef að
enginn skildi sækja sér eitthvað hérna en þeir virðast koma fritt í þetta. Þegar reyndar verður farið hérna upp í, já. Sko, ég fíla þetta hérna frá Kano, bara ekkert verið að gefa þessar byssur frítt, frekar bara að leita að exits og hérna, þeir fá þau þar, fá engin exits því miður en þeir halda hérna tveimur, já, einni deglu inn í næstu lótu. Já, og betra en tísa þú færð pening, þannig að með því að vera lifandi og þannig að þeir geta farið með yfir í næsta ránd og ég sá ekki hvort þeir voru með eitthvað utility ofan á sér eða armor og eitthvað svoleiðis, eflaust, en Við vorum með voða lítið, held eiginlega ekki neitt sko. Okay. En þeir taka líka öðruvísi annað ránd heldur en það sem við höfum verið að sjá. Við höfum verið að sjá lið Forza almennt sér í öðru rándi en það á skjön við það sem við erum að sjá gerast út í heimi. Kano hér að fylgja alþjóðlegu metunni og spara hér í öðru rándi. En þá koma flössin hérna að Ruflu, hann nálægt, þeir hafa heyrt í honum nálægt og það er bara straujað út og það er allt að gerast hér. Stjáni Gulli með 1, Edison með 1 og Pressi með 1, 3 á móti 1 hér í að treyta sig út tvistinn. Bomban komið niður og nokkuð öruggt að þeir taki rándið heim hjá Dusty. Bara 2 menn eftir eins og segir Topaz og Nonni. Ekkert bestu byssurnar þó svo að það sé búið aðeins að uppfæra en byttu, eru þeir eitthvað að reyna eða kanna málið hérna? Topaz aðeins að kíkja kringu sig, fær 1 kill, það er opnun og veit. Virðist, nei, ætla ég að segja að vita hvað seinni er en nei, Þorsteinn finnur Nonna í baki og það er bara búið að kolla þetta off en kemst hann í burtu. Nei, Pressi heldur línu þarna, stoppar Topaz frá því að bakka með M4 og þarna skín reynslan í gegn hjá Þorsteinn F að bakka út tvistinn og lörka allan hringinn Ivy til þess að fá þetta skot í hliðina á andstæðingnum er ekki eitthvað sem að við erum almennt að sjá lið gera aftur, skilur við, þú veist, þetta er bara svona skrefi lengra, við sjáum þetta ekki, við höfum ekki séð þetta einu sinni á train í þessum 2 leikjum að terrarnir planta úti og einhver bakkar út tvistinn og rappar Ivy. Það er bara í fyrsta skipti sem að það gerist eftir þetta nýja map kom út. Gaman að sjá þegar þessi lið sem eru að prakka þetta geta bara gefið okkur blúprintið hvað er næstu backstra og hérna virðist allavega að vera bara old school B-push þar sem að koma sér inn á site, það er örugt en það er líka móti ego þannig að já þetta er alls ekki vitlaus call hjá þeim. Fast, já, hratt áðan eins og við sáum splittaði við, aðeins róa sér niður, svo aftur bara tempo breytingar hérna hjá Dusty. Já, mikla tempo breytingar og hérna taka í rauninni gefa engan séns á þessu spari hérna hjá Kano og bara strauja þetta niður og þetta lofar góðu fyrir Dusty og ég myndi segja það sem við erum að sjá frá þeim hingað til er strax yfirvegari og einbeittari executes en við höfum síðan frá öðrum liðum. Þannig að það veit var gott fyrir Dusty, sérstaklega farandi inn í undanúrslitin og úrslitin að núna munu lið líklegast þurfa að banna train á móti Dusty af því að engin annar er að bakka. Já, góða punktur og já, virkilega góða punktur. Við tölum þetta í síðustu og þú og hérna Tommi líka að train er svona wildcard ennþá en ekki á móti Dusty. Nú þarf þetta endur hugsa ákvörðunina bara viljum við hleypa þess að inn út af því að þeir líta vel út og við erum bara búin að sjá 4 ránd ennþá. En já, það fer ekki milli mála. Þeir eru búinir að æfa eitthvað. Þetta er ekki bara based on feel hjá þeim sko. Nei, og ég meina þetta eru 4 risastór ránd. Það eru komið 3 fellur í 4 rándum Kano megin sko. Taldum fellur, stórar 2 núna. Já. Núna er þetta farið að snúast aðeins við, það er komið betri vopnbúnaður og kannski aðeins meira þægindi í mannskapið Kano megin. Ruflu með flott skot þarna á Icy Spicy. Ekki mikið sem að þetta ránd býður upp á. Pressi og Stjáni Gulli hafa núna góða... Já, ég meina þeir eru að fara í þetta, geta sínt hvað geta gert. Þetta var ekki rétt ákvörðun en Topaz geigar líka! Þetta er virkilega góð braut núna fyrir þessa 2 leikmenn til að sína sig hvað í þeim býr, segi ég þegar hann, já, tengir ekki 2 skotum hérna blikk, fellur þetta niður, ekkert mál. Já, þetta var mjög ódýrt fyrir Dusty, hann á aldrei að fá 2 þarna, hann Pressi. Það bara á ekki að gerast að hann lappi gegn smókin Ruflu, óeppina, tengi ekki nóskopinu. Hann var tilbúinn. Og ég hata ekkert ákvörðun að hann hafi nóskopað en hann hafði nægan tíma til að
klikka tvisvar sko. Bara hann hefði getað tekið upp hnífinn. Já, vanda sig aðeins betur, en já. Þannig að, en svo veit maður náttúrulega aldrei, þú bara bregst svona við þegar einhver gæi lappar ekki fólkin á þig sko. Nonni hérna með snembúið push inn í Popdog. Þetta svona talað þetta sem eina stóru breytingunum í uppfæslunni, að Popdog núna CT-sætið, þannig að akkurat þetta play er pláss fyrir það. En þeir sjá fyrir því, Nonni finnur ekki neitt í eyrað þar. Það búið jafn í liðum líka, Tópas fann Stjána gula, Icy Spicy kominn framalega í Popdog, ákveður samt að bakka aftur Edison núna með smóka úti, en Solo situr bara í tvistunum og veit allt sem að gerast hér, pressi áfram með pressuna í æfi. Og vel gert þarna hjá Edison, finnur Solo blik næstur. Þetta já, Edison bara læstur, þetta það sem hann gerir best, mið og hausa, klikka. Og sigra, frábært skot og þegar Edison 5-1. Og það hlegið að þessu, það verið að hafa gaman hjá þessum strákum. Já. Þetta eina round sem við sáum með Kano, það var ætlaði ég að segja stomp en svo fekk pressið þarna þessa tvo, en Kano alveg með þetta þannig séð, ég meina þeir eiginlega geta sett upp sterka vörn, allavega eru búin að sína það einu sinni hérna núna. Það er run-boost hjá Blikk, ég veit ekki hversu mikið tíma hann slefar með þessu, en hann keyrir hérna upp. Kominn upp? Já, í Popdog. Poplong er ég búin að heyra, en ég bara vil aldrei kalla það aftur það. Þetta er bara Popdog fyrir okkur. Ég meina, sko, þetta play á Blikk, það virkar vel, en af því að hann fær ekki tímasetningar til að taka fætinn, þá er hann bara kominn út á A. Algjörlega, hann gæti alveg að lappa inn frá A-inu. Þetta á ekki að geta komið það mikið á óvart núna, en þetta var... Stjáni guli, hann er hettaður þarna, það er uppflug að gera góðan skaða og sleppur lifandi til þess að halda áfram inn á sæt. Það er ansið gott. Já, CTs, þú vilt hafa bara frekar töluna, Blikk, sérum að, þeir tveir sjá, þrír það bara, þetta randi búið, þetta greinilega bara byrjaði aldrei. En þetta var líka, þú veist, svona semi-spar hjá þeim. Þeir eru að reyna að eiga í næsta rándi. Dusty er að fara að taka 7. rándi sitt. Ég held þess að ekkert sem að Nonni og Solo geta gert hérna nema vonast eftir exit-frökkum. En það verður samt erfitt. Solo er með besta sensinn, myndi ég segja. Já, líka fínt að halda þessum armor yfir í næstu lótu ef þannig byrjuði Solo með frábært skot þarna á Þorstein F. Þarf að finna annar leikmann þarna í Brownholes ef hann ætlar að komast í burtu með einhverja byssu. Þetta sem heyrir þetta allt og kólar. Nonni og Solo annan! Hvað? Þeir áttu 2 á 1 en það er engin tími til þess að deffa bombuna en þvílíkur efnaðslegu skaði sem er gerður hér frá Kano. Solo og Nonni deglu ófétin 2. Þetta var rosalegt. Það versta er að Solo finnur enga byssu í kjölfarið. Jú, hann er... Nei, hann fór undir. Ég veit, fór hún undir? Hún hefur farið undir, það er rétt. Hún hefur flóið þegar sprengjan sprakk, það hlýtur að vera. Já, þannig að svona láni og óláni, en samt, ég menna, þeir áttu ekki að fá 2 kill, það hefur verið gott, en þeir fengur 4. Ég meina, þú veist, ef þú horfir á peningin, bara allt það sem var keypt inn í þessa lótu, núna eru Dusty ekki allir sitjandi á 5.000 plus, skilur við. Þannig að þetta round, þessi 4 frögg þarna sem þeir fengu, keyptu í rauninni ígóránd 1 roundi fyrir það, ef þeir byrja að taka lótur núna af Dusty. Og utility dreifist aðeins meira á milli líka, þannig að þeir eiga aðeins meira, hafa svona meiri tíma til að drepa þar sem oft er utilityð. Sem þessi smókur er ekki, en þeir nýta hann hérna líka og eru búin að klera allt af mainið og hafa það map control, það bara 2 núna. Flott staða hjá þeim og eru með Blikk þarna á lestinni til auka varnar. En þetta skiptir engum máli því að þetta er allt yfir á fjarkan þar sem að eini leikmaður Þeir búast ekki við Edison í gegnum smókin! Edison með 2 þarna í bak! Þeir voru búin að spila þetta fullkomlega og hefðu getað beðið en Execute kom inni og Edison spilaði þetta fullkomlega leið og ætlaði að róta þetta yfir á B-ið að þá bara, þá lappa ég gegnum smók og fæ 2 frífrögg. Sko þó hann hefði ekki heyrt í þeim, bara tímasetningin er svo vel spiluð út frá B-hittinu að ég heldur hafi bara aldrei geta búist við honum. Og eiginlega svona leiðilegt hvað þeir lenda saman í línu þarna hjá Edison, hvort sem að sá það báða eða ekki, að þá er þetta killer í, svona
momentumi fyrir Kano. Það engin brosandi núna. Nei, veistu, ég held að Edison hafi hort tvisvar sinnum á killfeedið og bara það hafi komið honum á óvart að hann fékk 2 þarna. Þetta var sama kúlan. Þetta var sama kúlan, það er sama rétt, já, kúlan, það var í gegnum, já, ég spáði eins í því. Við erum að tala þetta var bókstaflega 1 skot með AK og 2 fjallu og hefði ekki getað spilast betur upp í hendurnar á Edison þarna og svo sem ekki tækt að sakast við Kano, þú veist, af hverju ættu þeir að búast við Edison lappandi gegnum smókin akkurat þegar þeir búið að kalla allir inni eða margir inni eða hvað það en þetta sýnir líka kannski bara hvað Dusty eru komnir langt í train. Já, og eru líka, ég held líka sko það sem að vantar inn í hjá Kano núna bara að já, við erum alltaf með miklu, leikurinn spila svolítið öðru sig, að treina þessum tíma, var mikið að hafa lurker, það ekki að deyja svolítið út á sama tíma þegar Happy var svolítið svona búin að sína bara að ef að ég hér, þá við ekki að fara að enda hérna, þá liðið hinum einn og menn voru bara farnir að svona krakka hvernig playstillin var. Það svolítið svipaði tími og við erum að sjá train detta hægt og rólega út þannig að vera með auka menn hvort sem þetta sé bara einfalt B-hitt eða ekki að þú kannski, já, við verðum að spá í þessu aspekti líka. Það getur verið leikmaður hérna í hvort sem það sé pop, inn í A-maininu eða í I-inu. Þetta allt ekkert svo löng rotate frá sætinu yfir á B til að klemma ykkur. Nei og þú veist, mér finnst einhvern veginn svona tilfinningin mín að í gegnum tíðina þá var það alltaf gæinn Ivy sko, sem þú varst að búast við. Já. Þú varst alltaf svona, herru já, þeir eru inni, ok, svo einn Ivy einhvers staðar strákar, þú veist, hann kemur einhvers staðar. Maður var alltaf að búast við því. Já. En það virðist að dáið aðeins með þessu þegar það kemur bara mjög hratt ránd hérna hjá Dusty en þeir hlaupa inn í eins konar hakkavél hérna og þetta fer 2 fyrir 2. 3 fyrir 2, Rufflu með flott skot á Þorstein F og þá það Topaz, Solo og Rufflu tilvarnar, bomban farin niður en það komið vappi á Rufflu og M4 á Solo. Rufflu myndi ég láta hingra aðeins sjá hvort að hinir menn fá opnuna, þetta nú þegar geggja ránt hjá þeim en eins og hérna, ef að Solo fellur líka að þá þetta bara að spara vappan en nú þetta opið ránt bomba niður, þeir eiga nei, þeir vita ekki hvað hann jú segi ég en það allt á Rufflu, hann með riffil Mólin gerir ekki neitt, hann situr í deffinu, þetta bara sprayið eða ekkert. Ice Spicy hendur í sprayið en dugar ekki til, bomban deffuð og það að sjálfum manninum. Úlfur, Rufflu, hvort þú vilt kalla hann, það Capital U og Capital L. R. Næstu því. Rufflu gerir vel leið þeir fá upplýsingarnar það Ice Spicy sé ennþá í kóru og þá hlaupa þeir til, stikka deffið og bara tvísmóka bombuna. Ice Spicy sprayjaði hann í gegnum smókin, finnur Solo þar sem var búinn að standa fyrir framan liðsfélaga sinn og það væri áhugavert ef við myndum skoða demóið þá getum við séð hvort að það svo kúla hefði mögulega tengt í hausinu á Rufflu sko. En vel spilað hann á Kano, þeir finna aðra lótuna sinni í leiknum, staðan 7-2, Dusty vil og Dusty menn að setja upp í eitthvað rólegt og yfirvega 2 menn að labba Ivy, Edison að halda tvistinum og 2 menn að pressa inni. Nú hægt og rólega þeir konum með sama makkkontról á þannig við sáum það virkaði ekkert á móti Edison hann bara að spila þetta rétt, spila líka á móti aggressioni, hann að búast við öllu vonar að ekkert gerist en býst við öllu þetta bara rétt hugafar en sérðu hann alveg læstur, info samt í kringu sig hann bara með jobb hérna og sama með Rufflu og Solo sem að einhvern veginn býttu finna svolítið einfalt að opna ekki að segja og Nonni djúpur inni býst ekki við Þorstein eða líka Ég minnst magna, sko, Kano eiga bara að taka þetta ránd núna. Ef að þeir eru líka með info á Þorstein, spottar hann, kemur í gegn, en það dugar til og þeir vita hvað síðasti leikmaður ekkert mál, Blikk sér að taka 3. rándi fyrir Kano og nú ættu þeir að reyna að spila út frá þessu momentumi. Ekki mikill penningur til í Dusty eftir þetta kaup. Nei, og hérna byrjum við að sjá áhrifin á þessum 4 fellum áðan. Ef að þeir ná að tengja saman 1 rándi viðbót, þá Dusty á spari hérna í næstu lótu eða ekki á fullu kaupi allavega. Ef að þeir hefðu ekki náð þessum 4 fellum þá hefði Dusty verið með pening til að kaupa út hálfleikin. Þannig að Dusty þarf að taka honum stóru sínum núna og vinna þessa lótu eða þeir ætla ekki að lenda í spari hérna í síðasta rándinu og mögulega glata þessum hálfleik niður í 7-5. Á sama tíma þá eru Kano menn fullkeiftir hér. Bræður svo mikið hérna Topaz hann hendir í kólotið Mollin niður líka en hristist aðeins í vörninni en hún stoppar aðeins til. Þetta ekki full commit á B
og Edison Pittu, hann bara smoke criminal, Hann að labba út, hvar þetta? Ég bara týndur þetta í Pop Dog, hann situr hérna í smóknum, býður eftir hann feiti, en Nonni með góða tímsendingu smóknum, fyrir hann út í gegn! Hann fór. Ég meina, Solo fjall, það var ekki Nonni, hann smókaði mögulega fyrir aftan Edison, eru komnir út. Já. Og núna það bara blikk í veslinni, hann bak kassan hann nær samt einhvern veginn að finna pressa en fellur á móti Icy Spicy og það bara tópast til varnar. Hann fer út bara leið og koma fætt annars að það sé leikmaður til að treyta og hver bestur í því? Það maðurinn sem hittir í haus. Hvort sem sjá horfa eða ekki, það bara auðvelt fyrir hann og já, Kano þetta ekki líklegt ránd fyrir þá núna. Dusty, þeir bara með eins heilbrigt kaupa og gerist og já, smá léttir þarna Þetta var rándið fyrir Kano til að vinna. Já, eiginlega. Og ef þeir vinna þetta, þá eru þeir bara í mjög góðum séns á 7-5 hálfleik og þeir geta bara held ég unaðan sem sáttir við það, miðað við það að þeir voru 6-1 undir. Já. En þess í stað tapaði lotunni, Dusty fá 8. rándið sitt, besta sem Kano geta fengið hér 8-4 og þeir eru á hálfkaupi hér í síðasta rándinu. Já. Enga menn heilbrigt þurfa að sækja sig í eitthvað, hann virðist vera Dusty sem búast við því, samt tengir hann Tópas hérna, hann treytaður. Solo með 2. Þetta í hag, þannig að þetta 4-2, en það hefur ekki alltaf skipt máli, en þetta eru 2 hard hittir hjá Dusty eftir og nú hard hittirinn sjálfur, en hann tekinn út og það eins og þú sagðir að þeir gætu óskast eftir. Það eru 4 ránd, þannig að þeir fara með eitthvað positív yfir í, þerra helmingin. T-Side betra í nýja trein? Ég veit, vorum eitthvað að ræða þetta síðast, sko? Ég held að mappið sé ennþá mjög 50-50 þegar það koma út svona ný möpp og það opið fyrir play sem að koma óvart tíminn, þá á T-hliðin til að vera meira dominant framan af. Svo eftir því sem að strategían á CT-hliðinni þroskast, þá tekur CT-hliðin oftast yfir tíma. Þannig að ég myndi segja að þetta væri mjög 50-50 akkurat núna og vel gert hjá Kano að bjarga þessari síðustu lotu þarna og það var í rauninni allt gert bara frá Solo. Hann hélt Pop Dog rosalega vel, finnur 2 þar og tímasetur síðan frábælega pushið í Þorstein F líka. Talandi Þorstein F, hann finnur bara 1 með dullunum, Solo og Ruflu með sikkot og það manna forskot hér Kano megin. Flass inn á A frá Nonna, alla leið í baki og hérna ættu að komast í planti, segi ég, en það ennþá verið að halda þeim. Já, bomban, hún ætti að fara nokkuð öruggt niður. Svo lengi sem kom mitti í hana, en þeir ætla aðeins að hingra. Þeir eru meira að horfa á rándi og Blikk búinn að gera það auðveldra fyrir þá núna. Bara Icy Spicy 1 á 2, finnur næstu því Nonna en 7 á duga til og þeir sækja pisturrándið og 5. rándið. Sækja pisturrótið, en einu mistökin þarna hjá Kano unni að planta ekki bombunu eftir tíman fyrir auka 300-kallin. Veistu, ég meiri segja, ég segi þetta alltaf, ég segi þetta kannski ekki alltaf í pistol kannski, það getur verið situational, en ego 100% bara markmiðið að planta og svo skulum við spáði að vinna rándið. Eins og þarna 2-2, ég myndi alltaf prioritisa plantið, en þeir hafa eflaust verið með kannski info hvar báðir væru, sáu frekar fram á rándið og þeir þurfa alveg á þeim að halda, þannig að þeir vissu hvar Icy Spicy var, þannig að alveg skiljalegt að þeir taki fætin hana, en það hratt execute út tvistir hérna núna frá Kano, en pressi æðislega stöðat í kóru, búin að finna 2 og Þorstein F á skátinu með sikkot líka. Og það bara Blikk 1 eftir hérna á móti 4 lágum liðsmönnum Dusty, eða fyrir utan Stjána Gula. En Edison kominn hérna á Galil. Hvað getur Blikk gert hér á móti 2 sleggjum? Hann finnur Þorstein, en Stjáni Guli, maðurinn með fulla lífið, klárar þetta fyrir Dusty, 9-5 staðan. Og Edison alltaf tilbúinn á rauðu ef hann skildi. Þetta það sem við sjáum að gera svo vel. Þeir ekkert að horfa á, þeir bara að setja sig upp fyrir success. Hann bara tilbúinn að svinga, sækja sér byssuna hana Galil. Ég svinga ekkert fyrir þið fá kontakt, við gerum þetta bara garantít. Hann 1 á okkur 3, hann á ekkert að vinna þetta ef hann kemur út. Það bara þannig. Og ég spyr mig hvort að Kano hafi kannski búist við að Dusty myndi spara, af því að við sáum Kano spara eftir pistol á CT-hliðinni áðan. Þess vegna kannski komið svona kókrustir út tvistinn, en Dusty þeir forsuðu upp og ná að klóra tilbaka annað rándið. Og það svolítið það sem við sáum framan af hérna í seríunni milli Ármanns og Sögu, að þegar þetta fer svona 1-1 þá geta leikirnir orðnir kaotískir. Já, mér finnst geggja að fylgjast með því. Það næstu því eins og það mikilvægasta í því
svolítið economy en á sama tíma ekki. Strákar, kaupum bara mótið þeim aftur og bara fyrsta sem dettur í hug. Og fyrsta sem að Ice and Spice dettur í hug hérna að vera framalega á Electric og hann búinn að fá kontakt á, frá tveimum, dinga hérna Blikk niður í 9 HP og nú næstu, hann bara að vera óþolandi hérna. Spammar í gegn var Lár fyrir en þetta geðveikt þægilegt fyrir hann. Spicy. Þetta spicy og Úlfur núna ruflu einn eftir í Ivy, Lár, þeir hafa allt infóð þannig að það bara góð til. Icy Spicy, hann pantaði extra chili á þetta ránda því að þessi pixel lína sem hann að halda þarna frá e-box inn í Popdog fáránleg. Þetta fannst mér líka að vera svolítið mikið statement þarna, hann var með MP9 og var búinn að svissa núna yfir í M4, hann tekur bara diglan upp og heldur ævinu þannig. Já. Það bara... Ég held að öll merki benda til þess að Dusty-munum líði vel á server akkurat núna. Þeir eru með gott forskot, þeir eru að fara að vera 10-5 yfir hér. Rufflu reynir að bíða eftir einhverju, hann er að reyna að beita bombuna þarna. Við erum að sjá góða hluti líka hjá hinum leikmönnum sem eru kannski ekki með sömu þyngd á nöfnunum eins og Þór og Edison. Pressi var með 2 geðveikar diglur þarna í þessu rándi. Mér finnst bara að Pressi hafa verið frábær. Já, ég er bara að segja það, hann er bara búinn að standa þessu ógeðslega vel, þeir eru hérna 14-12 Pressi og Icy Spicy, svo eru þeir bara, langt flesti bara jafnir að Dusty og það oft skila sér bara í góðum leik, að menn séu allir að gera sitt jobb, en Kano aðeins svona meira rösti hjá þeim. Já, ég meina, mér finnst þessi leikur hjá Kano bara bera þess merki það að þeim líði ekki rosalega vel á trein, bara sem líf. Þetta er allt góðir einstaklingsleikmenn, þetta Ígó hérna afgreitt bara mjög auðveldlega Stjáni Guli með 3 fellur og Edison og Þorstein F með Sikkora, en það er svona mitt take núna, er bara, mér finnst Dusty vera öruggari í því hvaða línu þeir eru að halda, mér finnst þeir vera öruggari í hreyfingum, mér finnst þeir vera öruggari í fætum, mér finnst þeir vera taktíst að spila Kano svolítið sundur og saman, gerast alveg oftar en einu og oftar en 2 í þessum leik að Kano-menn eru teknir í eyrað eða að óvurum sko. Ég held að sé bara spot on hjá þér. Dusty vissi að þeir voru að fara í train, ekki Kano. Já. Og það, eins og segir, það sést hérna, þeir eru bara óþægilegir. Það er alveg eitthvað bjart í þeim, við erum búin að sjá það. Þetta eru líka svaka skiptur, en það oft skiptir ekki máli. Preparation er key og Dusty eru með það hérna, en skiptur geta átt, svona heroic round og það er akkurat að gera þennan fyrir framan okkur nema Stjáni Gulli finni eitthvað opnun úr þessu. Ef hann finnur 1 kill þá er þetta alltaf 1 og 2, þeir vita ekkert hvað hann er. Já, og líka ef hann finnur 1 kill þá er hann að valda þessum efnahagslega skaða, þannig að það geta ekki droppað á alla í næsta rándi og það er alveg skiptir miklu máli. Já. Og mér sýnist Stjáni Gulli bara alltaf að spara, vera yfirveður þarna og það er virðingamerki frá Dusty, þeir vita alveg hvað Kano geta ef þeir detta í gang. Og það sem ég gæti alveg sé að gerast hérna ég gæti alveg sé Kano, þarna bara hlupur út twistinn. Þeir sögðu bara, heyrðu, engin meiri virðing, ekki meiri ótti, hlupum út twistinn, kasta hann út, tökum þess að fæta. Og það virkaði. Já. Train er svona map, þar sem að Kano gæti alveg faktíst hlaupið út twistinn næstu 6 rándin. Mikilvægt að hann haldi sér lifandi þarna og fer með byssuna yfir í næsta ránd. Hann náði þessari fellu, þannig að núna er eitt sem er hálfkupp hjá Kano. Þú sér það, Tópas er á Khalil, þannig að... Nei, betur, hann fekk ekki seinni felluna? Nei, hann fekk bara eina, hann skildi eftir 2 lifandi, en ekki 3. Þannig að allir hefur verið kaup, en núna er eitt sem þarf að vera á Khalil, þannig að ef þessi Khalil kemur til með að tapa rándinu, þá var það vissulega Stjáni Gulli sem vann það frá því rándinu áður. Khalil fyrir Khalil. En aftur hlaupa þér út, skilur við, og spreyið, þeir bara vinna fæta. Nei, þetta átti aldrei að gerast. Sko, ég segja sama á það. Hann er bara búinn að brjóta rándið áður að klárast helgi. Ég veit ekki hvernig, þetta er bara ömurlegt þegar þetta gerist. Blikk hann er núna ennþá að halda þessu gangi. Stjáni Guli, 1 á 2, þeir virðast vita hvað hann er, spot on, Blikk er með línuna. Hann tekur línuna hjá þessu, kíkir ekki inn á sæti og nú býtur sérst í lappirnar á honum. Ef hann stendur aðeins lengra til vinstri sín megin þá sérst í lappirnar. En Stjáni Guli, hann er fundir hann að solo en Blikk
bara presence of mind hjá Blikk þarna að ekki bara halda popdog, heldur horfa líka annað. Það vinnur svolítið þessa lotu. En þetta punkturinn minn. 2 ránd í röð, sem hlaup út af mig og bara, þetta bara út og til hægri á e-box, fæta alla. Ef við vinnum, þá vinnum við. Þú veist, hættum að reyna að gera eitthvað fancy stöf, tökum bara gunfightana af því við erum að tapa í fancy stöfinu. Já, og bara... Svo bara hlaupa þér aftur núna, útvistinn, svo einu svona enn, útvistinn, svo bara allir að hlaupa inn í B. Núna kemur B-rándið, skilur, þú veist, þeir eru bara, við erum bara að hlaupa 2 úti, allir að hlaupa B. og núna eru þau með gæja sem er að hlaupa B. Já, ok, þeir fóru nú ekki alla leið, en þú veist... Já, þetta getur líka ruglað í því að Dusty eru núna kannski óöryggi bara, hey strákar, við verðum að búast við þetta. Ég meina, svo getur þetta líka þýtt að Tópas búin að finna Þorsteinn F, hann er að labba upp, já, ok, Rufflu, fann Þorsteinn F, Icy Spicy var þannig að bakka hann upp. En svo, þeir eru með útistætið, gefins. Já. Dusty eru búin að róta þetta öllum í burtu, það eru 3 menn sem labba bara út tvistinn. Er það salan hérna hjá Solo eða hvað eru þeir bara búin að gefa þetta? Nei, hann er byttu. Tópas er ennþá að... er ekki lifandi lengur. Ekki lengur lifandi, en Tópas er bara að gera allan heiminn hann inni. Hann er bara að trufla lið Dusty og meðan liðin hans tekur útibónsætið frítt. Já, og nú er ekkert svo mörg rand á milli. Nei. 3 rand á milli þeirra og Dusty er ekki komni með map point, þannig að það er ennþá pressa þarna, pun intended, en já, hann er líka búinn að vera pressa á móti framá. Mér finnst Pressi og Icy Spicy og Stjáni Guli, þeir eru allir með 15 föllur, þeir eru allir hérna átfragga reynsluboltana 2, þetta eru statement leikur hjá þeim öllum. Ég dýrka þetta. Þá sérstaklega Pressa sem mér finnst vera að búa til flest playa. Ég ætla að segja það, hann er búinn að eiga, þetta er ekki bara, cool diglu, hann er búinn að búa til round úr þessu, tvisvar. Og hvort sem að, já, það voru fellur með honum, en diglur svo bara, hann að fá sig highlight frökk einhvern veginn, og bara, það er oft bara að maður kemur hann í gang. Já, Icy Spicy fundir hann undir lokin líka og þetta setur Dusty í spar. Þannig að við getum verið að horfa á 11-9 hér. Að vísu, þetta hljóma fárlega, en bear with me. Okay. Mér finnst Eco-round stundum vera kostur. Þegar þú ert að spila á móti liði sem að spila svona ógeðslega hratt, eins og Kano að gera síðustu 3 ránd, að þá er stundum bara það að þú sért með 4 gæja á einhvern stað með pistlur, bara nóg til þess að þú vinnir rándið sem þú myndir annars tapa ef þú hefur verið í venjulegum stöðum í kaupi. Og þú þarft ekki að hugsa neitt annað en að með að skjóta. Vinna rándið er, eins og ég segi bara... Þarna, Þorsteinn er búinn að finna 2. Já. Bara af því að hann er að spila með öðruvísi mental heldur en að spila venjulegt ránd. Þeir allir reyna að búa til play. Það mega allir gera allt. Það er ekkert, þú ert ekki að spila undir neinum lögum lengur. Og Edison bara mjög sáttur með það. Bara... Tópas er 1-2. Tópas er 1-2, þetta... Og hann er 39 HP. Hann er 1 degluskott. Og Icy Spicy spottar hann og er núna með AK að taka fætin. Tópas, þarna þurfti kjark. Þetta er ekki rándbítu, en að hendi í fei. Ég fíla það. I don't hate it, en málið er að staðsendingin hjá Edison er bara, hann er nálægt bæði. Og núna, ekkert plant komið, hann heyrir ekkert í kjölfar á þessu. Edison er bara einu skref á undan og hann er með digluna. Sláni! Tópas fær alla sénsana! Tópas lifir af með 1 í líf og vinnur 9. lotuna fyrir Kano. Dusty á sparinu taka Kano alla leið. Það er ekki hægt að vinna lotu með minni mun heldur en að vera með 1 leikmann eftir með 1 í líf. Og það er það sem Kano gerði. Hann líka lét á að heyra það þarna, öskrar í mikrofónin, hann er ánægður með þetta. Þetta skiptir líka ógeðslega miklu máli. Þeir áttu ekki að koma svona langt með þetta, en þetta var ekkert lítið nafn sem að klikkaði diglunni verið eiginlega bara að segja á mótunum þarna. Hann var lár. Sko, leið og fyrsta skoti sem tengir hjá Edison gerir 38 skaða en ekki 39. Já. Þá var þessi fight búinn. Já, eiginlega. Það er bara, allir síðaspilarar hafa lent í þessu. Það er búið að kalla, hann er lár. Þú ert með digluna. Þú ert bara, ok, ég þarf ekki einu svona mið á haus. Svo kemur hann og white-swingar þig og þú byrjar að taka fyrsta skotið og þú ert komið með inaccuracy á byssuna og þú hugsar, ok, ég get counterað það og þú tekur annað skotið og það lendir og hann deyr ekki. Já. Og þú bara,
ok, ég verð að skjóta hann aftur og þá fer maður svona sjálfkræði eitthvað panik og maður ítir aðeins hraðar að skjóta hann byrjar að taka upp byssuna, ég sé það á animationu, ég þarf að klikka hraðar en diglan resetar bara þá fara öll skoturinn allt og allt í hennu bara, heyrðu, ok og ef þú væri með myndavél á þér sjálfinn þá ertu hægt og róla að byrja að brosa bara að þú veist hvað strákarnir að fara að segja við þig já, það er rétt þetta er svona mennsk staða sem ég held að allir Counter-Strike spilarar tengi við bara spólið aftur í hausnum ykkar síðast þegar þið voruð að halda ykkur í línu einn á einn með deglu og gæinn og ætsvingar ykkur skilur. Þetta er bara partur á leiknum og líka maður finnur svolítið mikið fyrir þessu núna sérstaklega sem ég myndi segja að rifflarnir eru svolítið veist, sko, ég er búinn að heyra 2 púnta með að CS2 og já, að vappin sé ekki eins vappin er þá alveg jafnvægable en rifflarnir eru bara, hei, nú er ekki topp 5 leikmenn í heimi bara vappar. Nú erum við með aðeins meira variety. Rifflarnir eru sterkari. Já, algjörlega. Þú ert kannski ekki að kaupa 4 vappa lengur. En hér er ennþá Kano að bara fara með lestina, það er ekki. Þetta er nákvæmlega sem ég sagði því að ég held að gæti gerst. Þetta er bara Kano skrúa tempóið upp í 11 að þeir eru búin að fá nóg af þessu. Dusty er búin að vera sló-lörka út aftur inn í twistin og rappa Ivy á þá og þeir eru búin að vera að spóla einhverja hringi kringu þá. Kano fekk bara nóg þarna fyrir einhverjum 5 rándur síðan og sagði bara, heyri, strákar, út til hægri, upp með byssur, út með kastan, ekkert kjaftaði. Mér finnst samt eins og sko Dusty eiga alveg að ráða við þetta, verandi Dusty, hvað þá þeir á prakka mappið, þeir kannski bara voru ekkert að búast við að fá svona mótspyrnum frá Kano. Ég held að Dusty séu núna bara 3 ránd í röð, búin að kalla, já, núna hlýtur að koma hægt ránd. Þú veist, og það er pitturinn sem þú lendir í. Sko, þetta er enda geggja, þeir eru með 2 leikmenn hérna upp í 5-unni. Búist kannski við einum aldrei sérni leikmanni og Topaz núna... Þorsteinn F einhvern veginn næri þessu fraggi á solo. Já, Stjáni Gulli, ég segi það aftur, hann er bara með stöðuna og negli þennan haus núna, það er þá bara allt á blikk, hann er með riffil, Stjáni Gulli og Edison eru 2 eftir á bombinu núna. Edison ætti að fara að huga því að hann getur komið í bak eða Stjáni, hann virðist taka það á sig. Blikk hvergi spottaður ennþá, en hér kemur það, reynir að flikka, tengir ekki nema bara smá skráma og það er mínúta til að vinna með, en það er svolítið erfitt núna. Þeir eru með bombu. Já, ég meina, ég verði að kalla þetta bara ansi gott flikka þegar Stjána Gula, hann var bara tengt á blikk yfir höfuð, hann var að sigla allt annan part af Brownholes, en núna er það á herðum unga leikmannsins hér að finna 2 Dusty menn til þess að loka þessari lotu, hann veit að hann mun fá einhvern bardaga þarna en tímasetningin sá hann. Ég held að, nei, ok, hann hefur ekki síðan með okkur að klíraða setna angulið en ég held að hann var með 1 flass til að vinna með hefði hann fengið fyrsta killið en Edison, hann tryggir þetta, neglir þetta. Þetta er samt ekki búið. Nei, það var gott skot hjá Edison, það er 12-10. Dusty búinn að ná einu tilbaka en peningurinn sem að Kano eru búinn að byggja upp þýðir það að þeir eru fullt kaup. Þannig að ég held líka, þetta verður út tvistinn og til hægri. Ég er bara all in it now. Útfyrstum til hægri. Ég ætla að segja Ivy. Bara wild, bara eitthvað rugg. Bara instant. Og bara glimti þess ekki. Fóninu. 3. analyst fyrir ástöðu. Út og til hægri. Icy Spicy komin þarna og þarna loksins virkar þetta hjá Dusty að loka á þetta. Þeir finna línunar. Icy Spicy spila rauðurlestina en ekki í box. Og Blikk núna tekin líka. Topaz finnur aðra fellin, hann er 1-3 og það er ekki nóg. Topaz fellur hér og Dusty sigra mapp númer 1, 13-11. Þetta leit aðeins betur út fyrir Kano þarna. Mér langar ekki að segja sig sko endilega það að þeir hafi verið eitthvað preppar en þeir fundu svar í miðjum leik og það er mjög mikilvægt, bara það eitt og sér. Að hafa fundið svar og það var augljóslega, hei, við erum alveg með jafngóða skyttur, kannski ekki pound for pound, en við erum með jafngóða skyttur, við erum augljóslega ekki jafn prepared og Dusty voru, fyrst við fórum í train, en 12-10, ég meina þeir tóku leikið tilbaka úr því sem hann var og ég var að segja, Nuke, það er ekkert, ég er ennþá 2-0, en ég er meira hallast í áttan 2-1 núna bara út af því að Kano sýndi mér að þeir geta farað með þetta 3 mapp. Já, sko, ég er það líka. Ég held að, þú veist, eins og ég sagði bara, Kano bara fengur nóg, þeir sögðu hættum að spila einhverja strategíu hérna og spilum bara spessuleikinn Counter-Strike og hérna við kunnum allir að henda einhverju stöfi on the fly þegar við hlaupum út tvistinn.
gerum það bara. Já. Svo tóku þeir 2 hröðplay, svo tóku þeir uppi, svo fóru þeir aftur í hröðplay, heldur bara svolítið Dusty á tánum. Dusty voru svolítið að bíða eftir því að þeir myndu hægja á sér. Það kemur mér ekki á óvart að þeir vinna þessa lotu þarna, sem eru kaupa aftur, fá stöff aftur og þá bara kallið í Komsson hjá Dusty bara þeir að fara að koma hratt aftur. Já, bara búumst við þeim hratt úti. Og leið þeir búast við þeim hratt úti, Icy Spicy, ef þeir sáu bara þessar breytingar sem hann gerði á sinni stöðu, hann var alltaf búinn að spila á e-box og reyna að finna þessa pixellínu yfir á pop-talk. Og svo fekk hann bara 3 gæja bara beint í sig. Þeir fengu fyrst fætin á móti Þorstein F og þeim sem voru á bombulistinni og fengu síðan isolated Icy Spicy standandi á e-box. Það sem hann gerði núna, aðeins aftar, alveg upp í rauðulestina. Þannig að hann í sama píki og þeir voru að vinna fætin á bombulistina. Þannig að þá eru þeir 2 að skjóta þá línu og þá spreyðar það alla niður. Bara þetta pingu litla tweak. Það galið að þú hafi spottað þetta, vill ég segja, bara getur ekki klapp fyrir því bara, en sko aftur yfir í það að sko 12-10 endar staðan, Pressi hann með 2 rándarnar sem við segjum að hann hafi bara eiginlega opnað þau, við gætum alveg sem verið að horfa á overtime, jafnvel 13, bara ég vill ekki segja 13-11 hefði geta verið sagan á Kano, en Kano sýndu allan að þau geta slegið tilbaka og settu okkur í virkilega spennandi map nummer 1. Áður en að við hoppum í auglýsingar, þá langar maður að fá MVP úr mappi 1 að þínu mati. Pressi, já, bara fyrir impactið eiginlega, mér langar bara að segja það. Edison, hann var samt bara sökkullinn í þessu rándi eins og við sáum hann að spila þarna megin, spilaði svo vel af liðinu sínu. Þetta svona gæi sem að mér langar að líka við, ég ætla ekki að segja líka minn playstil, en ég rosalega svona 50%, ég ætla ekki að taka svo mikið kredit, 50% ég bara að fylgjast með mappinu, bara hvað að gerast. Og ég til það að vera svona styrkleika hjá honum eða hvort sem að það sé bara koms eða ekki, hann að fylgjast hvað að gerast á mappinu og nýta það. Já, þið heyrðu það hér, MVP-in í fyrsta leiknum var Pressi, Edison þar nálægt og eftir, hann hefði getað tekið MVP-titilinn ef hann geti bara spilað eins vel og steipa. Akkurat. Það það sem ég tók út úr þessu. En við fáum mapp nummer 2 hér sem verður núk í þessari æsispennandi seríu á milli Dusty og Kano eftir örstnökkar auglýsingar, ekki fara langt. Sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Verið velkomin aftur hér í vormót ljósleðarans. Við vorum að horfa á Dusty vinna leik 1 á móti Kano hér á Train en leikurinn var aðeins, hvað getur þú sagt, tæpari en við byggumst við fyrirfram. Allavega, sko, við sögum að Dusty myndi taka þetta bara út frá pikkinu eiginlega, sko. Já. Svo svona, ok, Kano geta skotið en svona þetta leit út fyrir að vera bara, já, eða svona eins og við byggumst við. Svo bara voru Dusty komni með bara, já, alla vélina í gang og það var ekkert að virka á Kano. Þá getum við sáum þessi pús hjá þeim, bara einföldu íslensku púsin. Já. Eiginlega. Og það var 8-4 í hálfleik. Já, akkurat. Og við fórum yfir í 13-10, þar sem að 2 ránd hjá Dusty voru líka, ég sagði það áður en við fórum út, Pressi, hann eiginlega tók 2 ránd þetta bara svona fyrir sig, það voru eitt þeirra var Ego, þá voru það með diglur og eitthvað svoleiðis, annar rándið þá var þetta með M4, sprayandi ekki smoke, fact 2, þannig að já, þetta var Dusty sigur en þetta var ekki samfærandi sigur hjá þeim. Nei, þetta var ekki Dusty rúst. Nei. Og það er kannski svona bara það sem að fylgir stallinum sem að Dusty á, maður bara býst við því að þið mætir á server og rústi, sérstaklega í sínu pikki og við erum núna að fara í Sítarkrík kjarnorkuverið, svo ég vitni nú í Tomma minn sem að vonandi bara gengur allt vel heima fyrir, ég veit ekki til þess að batnins er komið sko, en við skilum hverja á Tomma ef hann er að horfa, en við ætlum að fara þangað og við ætlum að sjá hvort að leikur 2 verði eins mjór á mununum og leikur 1. Já, við erum að fara í Núk núna. Núk er sko bæðlið þekkja þetta maður. Það fyrir ekki milli mála. Já. Dusty eru eflaust með svona, ég myndi segja pússaðara tísat, með langar að segja það, en þeir eru með aðra leikmenn hjá sér. Þeir eru bara ekkert verri leikmenn. Þegar maður horfir, þeir bara virðast fitta ógeðslega vel inn í Dusty kampið. Með það sem við sáum, þeir voru enga veginn í eftirdrægi hjá sínum, þessum stóru höfnum. Raunin bara akkurat öfugt. Ég held að þeir hafa allir átfraggað Þorstein F. og Eddersen í þessum leik sem að er líka, það er þetta hungur, skilur við, sem þessi yngri spilarar er með og eins og ég talaði um það við Tomma, þegar þú ert yngri þá er það er bara svona þessi efnafræði í heilanum okkar að við trúum því ekki að slæmir hlutir gerist fyrir okkur. Já, en þá smá óvitar. Já, en þetta er bara vel dokumented fakt, skilur við, ef þú ferð og spyrir úling bara heldur að þú fóði krabbamein, að þá er hann bara ekki séns. Það er bara ekki séns að ég fóði krabbamein. Og þetta er bara partur af heilanum okkar að þroskast og við byrjum að meta áhættu öðruvísi eftir því sem við eldumst. Og þegar þú ert með þessa ungu leikmenn, þá færðu bara spílastíl sem að þú finnur ekki nema í einhverjum örfáum undantekningartilfellum eftir 25 ára aldur. Við erum líka að sjá þessi stæðstu lið í dag með þessar akademíur sem að, nú er akademíur búin að vera svona aðeins pússari, við erum að sjá, það er einmitt verið að nýta þetta, bara móta þessar leikmenn frá grunni. Og ég ætla ekki að segja að Dusty hafi eitthvað endilega verið að gera það hérna, en þeir eru búin að vera í þeim bransa lengi, þeir hafa verið með Dusty akademíun og þeir vita alveg hvað þeir eru kannski að leita af, þeir eru svona leikmenn. Bara alla daginn. Og núna ert að sjá þessa leikmenn, skilur, bara eins og Donk og aðra koma fram á senuna og með þetta Peakers Advantage og betri rifflar í CS2 að þá bara býrðu til opnun fyrir yngri spilara með þessa áhættu sækni til þess að gera meira og sjáum hvernig það spilast fyrir Kano og Dusty í þessu mappi, það er 0-0 pistolið og það verður inni exec hér hjá Kano en þeir mæta beint í hakkavélina hjá Pressa og Þorstein F sem að finna 3 hér. Og smá skráma hérna á Nonni, það hljómaði eins og það verið ding en Nonni hann bara, nei, ég skal sjá þetta. Þorstein, hann er samt alveg að standa sig, hann gerir nóg, Eddersen, hann er bara tilbúinn, glemdi því, þú ferð ekkert niður með bombuna, við ætlum bara að loka þetta, Dusty halda áfram, sínum hraða bara heila, fara hérna strax í pistolin með 1 ránd, Eddersen er búinn að henda á sig M4, ég veit ekki hvort hann alltaf, jú, hann er með, það er eitthvað build-up hérna hjá þeim. Já, þeir eru þokkalegir, peningalega séð, eru með hann eina M4 Pressi skiptir yfir í M4 líka. Kasta á milli. Og þetta er bara mjög áhugavert. Þarna eru Dusty í rauninni að leggja meiri áherslu á að kaupa util heldur en að kaupa rifflana. Og það er eitthvað sem er merki hjá góðum liðum. Ég elska líka að þeir hendunum á Pressa. Ég veit ekki hvort það sé bara út frá stöðu, en þetta þýðir bara, það er traustan á milli. Þetta er ótrúlega vel spilað hjá Topaz, hann er að henda í þú sér ekki hausinn á mér, þá getur ekki hitt hann, það er bara þannig.
það virkar, þeir fá treytið, það blikkarna sem að, hann reyndar tekin alveg niður í 4. Þetta var Solo sem fekk treytið. Solo, það rétt hjá þér. Já, og bara rugglað skoti á Solo þarna. Ég held að Blik hafi eitthvað verið að kýtla rampinn, tekin niður þar, en Rufflu, hann tengi 2 kúlum hann í gegnum Smoke á Edison og ansi jafnt í liðum hér en vopnbúnaðurinn klárlega betri Dusty Main. Og Solo ætti að fara að finna M-fjarkan núna bara eftir smá stund. Þetta var líka eini riffilli sem var keyptur í þetta round hjá Dusty, þannig að þetta gæti endað illa fyrir það. En þeir eru með Money Making Machines hjá sér núna, MP9-nar, já. Það eru bara tilbúnar og hún virðist ekkit vera lélegri byssa í dag. Hefur maður séð. Og við sjáum það núna að Solo, hann er að komast hérna upp í Heaven, hann er væntanlega næsti leikmaður sem virkjast. Edison er að fylgjast með Heaven og gæti séðan hann, en hann sér hann ekki. Hann fer alveg út úr sjónlínu. Þorsteinn er komin upp stiga á sama tíma og gerist og það er bara rétt svo dugar. Edison og Þorsteinn eiginlega bara halda þessu út af því að Þorsteinn kemur upp og neitar honum að sækja fleiri frökkarna. Solo var með þetta, en sko Solo sá aldrei Edison, Edison sá aldrei Solo. Þannig að þegar Solo tekur mannin sem var inn á sæti, ég sá ekki hver það var, held að veri Stjáni Guli, þegar hann fellur, þá kallar hann bara er opið. Já. Svo snýr hann sig við, Þorsteinn F kemur upp stigan og tekur hann, þá segir hann ok, það er einn í Heaven, og þá flaupa þeir allir út squeaky, haldanda sætin sér clear og bara spá í Heaven, þannig að Edison fær 2 og akkurat. Þetta var svona láni óláni fyrir þá þarna að Edison og Solo skildi ekki hafa sést. Já, en líka bara sko, þarna sjáum við perfekta nýtingu á nýja utility gimmickinu, ég veit ekki hvað að kalla það, en já, það er þetta, núka smókin í þessu mappi, það er bara ekkert mál hérna, en þetta enda samt á því að vera þeim í hag hjá Kano, þeir eru komin hérna með bara allt síti í sætið, þeir eru ennþá að halda lobby, ég fíla þetta er líka það sem er búast við, en hann er ekki alveg missir af hann að hatið þetta ekki, hann fer frá, hann veit að hann er búinn að missa killið ef hann er ekki að klára það þarna og hefði verið verra hefði hann farið í þetta líka, 2 eru þarna niðri í lobby. Það er mjög fyndið og kíkir á minimappið, þá eru liðinurinn búin að skipta stöðu og hérliðin er CT megin akkurat núna, en það er Stjáni Guli sem er að svinga hérna inn í Hell, Þorsteinn F honum til aðstoðar og þeir eiga bombuna þar, en Nonni og Topaz búin að finna Sigfot líka og núna yfirtala fyrir Kano 3-2. Þorsteinn svona semi-gefur bombuna upp en heldur frá fjarlægð og það er bara besta sem hann getur gert hérna. Þeir ætla að reyna að refsa honum saman en það er bara þröng lína sem hann er í. Nú er Edison komin til auka og búinn að sneika svona framhjá. Þeir eru aldrei að fara að búast við honum. Ótrúlega vel spilað hjá þessum reynsluboltum hjá Dusty sína að þeir eru vanir öllu. Það er 3. rándi fyrir þá. Þetta var bara bilað, hversu vel þetta var spilað hjá Þorsteinn F að bakka og setja sig í þröngalínu þannig að þeir get ekki challengea fleiri en einn nema þeir fara að skjóta liðsfélagarinn sinni í bakkið og eins bara með Edison það sést þarna að þeir eru búin að spila saman lengi. Já, þeir bara... Það var svona náttúrulegt. Algjörlega og maður tekur bara eftir þessu, þú veist, þetta er eitthvað sko, það þarf ekki eins að vera þessi að tala saman. Þeir eru bara að hugsa það saman, þeir eru bara búnir að spila það lengi að þeir vita hvað hinn maðurinn er að hugsa eða ákveða. Spar hérna hjá Kano, ætla að láta reyna við rampinn, þar er Stjáni Guli til varnar, stendur eins og er upp á kassanum, sjá hvort að hann, spotti einhvern pixel þarna, ætti að fá það núna, sér það að koma, bakkar en er í erfiðri stöðu, frábær grenastandsmaður og Þorsteinn F svingar að hann finnur 2. Þeir gera vel, þeir bakka bara ekkert að pressa of mikið út úr hellinu og fá þá frekar inn í sig og það er það sem að pressið tekur á mótið þeim og straujar þetta niður og lokar þessu ígói hjá Kano 4-0 Dusty í vil og núna fáum við kaup á Kano. Þetta eru búin að vera 4 round, ekkert að þeim búið að vera eitthvað super dominant nema síðasta round. Líka þetta er mapp það sem að kannski það sem að var að ganga fyrir Kano í train er kannski ekki bara að virka inn, getur ekki bara russhað rampinn og í öðru hverju randi og láta það virka. Þannig eru menn miklu viðbúnaðir því, það er bara þeman í þessu mappi almennt en úti það virðist vera ein mikilvægasta staðan og hefur verið það lengi en það er hægt að gera þetta. Sprengjum smókana og Þorsteinn nýtir það, spamma líka í gegn. Þeir hafa info að einhver er farin í secret, vita bara ekki hversu margir og hver low. Já, þarna held ég að Blik hafi virkjast aðeins og seint. Hann var með pressu í gegnum Squeaky sem átti að halda hérna smá athygli
á sér en hann virkaðist aðeins og seint þannig að þeir ná að finna einn mann í gegnum smókin. Rétt kall hérna, Dusty Main, þeir eru komnir með 3 leikmenn niður og þar að vera Stjáni Guli backside og hann finnur Solo þarna jafnt í liðum akkurat núna, yfirtala núna fyrir Dusty og Þorsteinn F. Hann bara á eldi akkurat núna, hann 11-1 og hann ekki einu sinni, hann bara að spila stöðuna sína svo ógeðslega vel, bakkar, hann ekkert búinn að vera að sækja þessi frögg eitthvað bara, hann bara að skera sitt. Hann bara búinn að vinna öll duels. Eitthvað að gefa þessum manni scholarship? Nei. Ætti skilið að fara út á skólastig. Án grínsmaður, hvað er að pæla maður? Við sjáum það að Fisher College í Boston að fá ansi góða viðbót í liðið sitt þarna í Þorsteinn F. Það nokkuð ljóst. Þarna tekur blikk eftir Stjána Gula, spurning hvort hann búist við Þorsteinn eða hann líka sennilega ekki með það hann að greina tíð á sama tíma. En hvar hinn? Þarf að leita á honum, ekki þarna, spottar hann á báða en já, Þorsteinn með þetta kill, 12. killið hann. Þetta var sko, ég veit ekki, það var eiginlega eins og, hann blikkflikkar þarna, hann takkar Þorsteinn. Ef hann hefði fengið fraggið beint í haus, já. Að þá held ég hann hafi verið bara á leiðinni að spraytransfera yfir á Stjána Gula líka. Ég held að. Það líka músin reyðir svolítið þannig sko. Við veist líka spraytransfer vera bara næstu useful á þessu leveli út af því að hvað gera menn þegar liðsmaðurinn maður stellur. Það bara oftar en ekki það treytleikur. Þannig að þú getur náttúrulega búist við að maðurinn svingi út leið og leikmaður eða þú skýtur skotið. Þannig að þetta oft virkar, en það getur verið að hann hafi verið tilbúið því, ég sá það ekki alveg, en þetta hefði verið allan að ruglað play. Já. Við getum verið saman á því, ég held að það sé máli. Allavega, já. Við vorum í heimsótt í Stjörnuþokunni hjá Nonna. Því líka senur hérna í kamerunni í honum, en þá það bara Stjáni Guli. Hann einn niðri að fara að taka á móti 4 sem að strauja hérna gegn téð. Hann tökkar sig inn í Astralis, finnur Solo, finnur að fundi meira nei, svarið. Stjáni Guli fallinn, Rufflu finnur Edison en Þorsteinn svarar snöggt tilbaka og núna streymaðir niður vendið. Bomban fær að fara niður, það hægt að gera skaða með ætla að segja neitt, en þetta gott call hérna hjá Nonna og hjálpa Tópas, bara ekki gefa þeim 1v1 og þetta bara nákvæmlega það sem þú vilt gera þarna. Þeir ætla að hlaupa í hann einn en þá opnað hurðina. Hljóma kannski illa að gera það, en þetta var rétta callið og sendir Ice Spice hérna bara í burtu. Hann bara farin að spara, læti vita það hérna held ég með því að droppa byssunni eða hlaupa og þetta fyrsta raundi fyrir Kano. Nú þetta var aftur svona ekki fast round en jú samt, þetta var svolítið þeir fengur rampin gefins snemma og svo straujaði niður. Já. Þetta sko, þarna getur að fundi veikleika í þessu setupi sem Dusty voru raunallan í síðasta raundi sem Stjáni Guli solo á rampinum og þegar hann fær pressu þá droppar hann niður. Það sem þeir gerði í fyrsta skipti sem að gera þetta það að þeir fóru hell. Þar hlupuður inn í 2. En í þetta skiptið þá fóru þeir bara niður og náðu að klára randin. Þannig að það kæmur ekkert á óvart að við sjáum aftur pressu á rampin í þessu randi bara til að sjá hvort þeir komist upp með það að ýta Stjána Gula niður aftur. Já, og líka bara leiður búin að gera það þá gætur þú sagt að já, eitt task af rampinum done bara með því að pressa hann í burtu. Nú þarf auka leikmaður að vera til staðar eða þeir þurfa að horfa á það að það geti við orðið option. Núna fá þeir að komast frítt niður segi ég en pressi, hann virðist hafa heyrt þetta að minnstakosti 1 step, já það ekkert verið að fela. Þorsteinn kemur niður en hann tiltölulega seint. Hann samt með byssuna í þetta og ætlaði að segja angulið en hann fer djúpt í þetta. Edison komið til að hjálpa. Já en sjáðu hvað rótið hratt á þessum tímapunkti og Dusty voru með 2 á rampinum hann. Við vorum að senda Þorsteinn F með vappan til að bakka upp rampið snemma í þessu randi. Nonni núna búinn að rappa hell og finnur þarna Stjána Gula og núna gæti kalli komið inn hei, B clear en vita ekki að það búið að senda Þorsteinn F niður, komast að því núna og þá þeir 4 á 3 en ætti allan að vita Þorsteinn niðri, það max 2 uppi og eru með allar upplýsingar sem þurfa til þess að taka ákvörðun næstu skref. Tópas og Solo eru hérna að bíða eftir að fá einhver mistök hjá Dusty en þeir standa bara kjurir, sjáum að gambla A-sæti og það virðist bara vera rétt að callið. Solo og Tópas að halda hérna ventlínni en nú
verður að bara fara yfir á A og þeir koma í perfect lína þarna hjá Þorsteinn á réttum tíma. Hann heldur sér lifandi en hann brennur, spreddar aðeins yfir og nú er þetta Ice Spicy 1 og dugur ekki til. Topaz og Solo, þeir loka þessu. Spiluðu rólega en Dusty voru rólegri. Dusty bara spiluðu þetta mjög yfir en ég ætla að gefa rós á Kano fyrir þessar 2 lotur núna back to back. Þeir fjalli ekki grifjuna að segja hei, rössum rampin aftur, þá hefur þeir hlaupið inn í breytingu hjá Dusty og hlaupið inn í 2. Heldur gerðurinninni vel. Þeir eru ekki búin að finna mikinn árangur á því að keyra á A-ið. Þannig að þeir ætla að nýta þessar 2 leiðir sem þeir hafa sem ekki A-ið. Það úti og það er rampurinn. Og spurning hvort þeir breyti þá enn frekar til núna og seti pressuna inni. Það séð allan að eiginlega allir inn í lobby akkurat núna og þar eru þeir svolítið að leita. En það er press á rampunum líka. Það er eitthvað búið að kóla þetta og Úlfur hérna með 3-man spraydown og ég held að viti bara svona restina af randinu hvernig hún á að vera. Blikk fer með meira HP og sérum að klára þetta. Það er fullt hús á þessa 2 en Ígó og 3. randi fyrir Kano. Já, bara, og risastórt. Þeir missa engan leikmann, þeir stökkva í Ígóinu. Þetta var ekki mikil á þetta. Eru heppnir í rauninni, heppnir eða ekki heppnir, þeir eru að kalla vel. Já. Þeir fóru á rampin, gekk vel, þeir fóru ekki aftur á rampin og þeir Dusty voru tilbúin að mæta rampinum. Fóru úti. Svo næsta rand, þeir fara ekki úti. Þeir skilja bara úti eftir alveg tómt. Þá kemur Dusty, hei, kannski fara þeir aftur úti og rössa með 5. Þannig að ef þeir halda áfram að kalla svona vel, þá geta þeir vissulega farið að setja smá pressur hérna á Dusty og þeir eru að giska þokkalega vel hérna núna. Já, þetta sýnir líka þeim hérna núna. Þorsteinn, hann er ekki hlynntur því að fara bara í repeat, hann kýs frekar að bakka og þetta er bara það sem að Kano vilja, sérstaklega það sem að þetta var fake og eru núna bara búin að opna A-ið. Það er bara 1 leikmaður eftir á staðinum og það er pressi. Stjáni Guri kominn í heaven en hann er meira út frá. Þeir eru búin að hrinda honum í burtu með þessum molla og vita hvað hann er. Vilja þeir reyna á þetta eða er þetta bara búið? Ég ætla bara að segja hann fer í hann þegar hann var info hvað hann er að minnstakosti en já. Ég ætla bara að segja hvað þetta var vel kallað hjá Kano. Já. Bara já. Þeir fara á rampin, þeir fá vappaskoti, þeir vita að Þorsteinn F er vappin, þeir vita að hann er ekki rampspílarinn þeirra og instantly kalla að fara inn A. Já, ég spáði ekki eins nýð því, það er rétt hjá þér. Hann er búinn að vera rotatorinn fyrir þá. Já. Og það er bara hár rétt hjá þér. Ég meina, þú veist, þeir voru að fara á rampin. Þeir krossa línuna á rampinum, vappaskoti kemur, þá bara instant út gula. Ég las þetta sem fake frá þeim. Ég held þetta að vera frekar bara hrindum honum niður, fyrir svo, en það er rétt hjá þér. Ég bara hlýtur að vera. Ég meina, það getur alveg hafa verið bæði, sko. Já, en mér finnst það réttara hjá þér. Bara að því að ég spáði ekki í því að hann er rotatorinn. Þeir voru kannski með meira confidence í að strauja inni þegar þið vissu að þið væru sennilega að spila einhvers staðar en þú veist, þetta lukkar líka alveg eins og bara við púsum hann niður og svo sjáum hvað gerist. En Dusty aftur með aggression hérna úti, Rufflu samt, leysir það bara vel. Þetta er snirtilegt hjá Kano allavega, þannig að Gæsla vel. Já, ég segi aftur saman punkt og ég sagði þann, bara Kano, þetta er frekar mappi þar sem við sjáum þá spila með, einhver strött allavega með sér. Það hitt virtist vera svolítið bara svona vona besta, við vorum ekkert að búast í train, þetta átti bara að fara út úr mappunum. Gæti þess vegna hafa verið seinna bann hjá þeim, sko. En yfir á B-rampin, það er búið að vera þeman í þessu hvort sem er farin eða ekki, en nú er Pressi og Edison fallnir. Þorsteinn F, 1 eftir, 16 frögg á manninum, allir hinir eru bara svona tiltölulega rólegir. Já, ég meina næsta á eftir honum með 7 og það er Pressi, 7-9. Ice Spicy er 1-7, Stjáni Guli 5-8, þetta er bara búið að vera Þorsteinn F að draga vagnin og Dusty megin og svo þegar þeim tekst að forðast hann og fá þessa hina bardaga fyrst, þá fóru rándin að virka virkilega vel á Kano. Já. Og Kano hér að fara að jafna metin og við erum að tala í Nuke að þá myndir þú segja 4 ránd á T-side væri þokkalegur T-hálfleikur. Þú veist, fyrirfram myndir alveg vera sáttur með 4 ránd T-megin á móti Dusty. Þú reynir alltaf meira en já, ég veit hvað, þú þykkir hann og þú ert komin 15 ránd núna. Nú myndi ég segja, ok, geggjast rákar líka út af því að þessu ránd eru ekki búin að vera bara eitthvað rugl þegar unnuðu þau. Þetta er búið að vera við ákvötum hvernig við ætlum að vinna þau og við unnum þau, þú veist, við erum að kóla rétt. Búin að frábæla kalla. Þriðja scenarióið að þeir hafi bakkað frá B-rampinum áðan yfir á A-ið.
Herru, Þorsteinn einn að gera eitthvað, hann þarna. Já, bara förum einhvers staðar annars staðar. Já, ég bara, þú veist. 16 kill á mannin og við erum samt að horfa jafnan leik. Það er ekki gott. Mér finnst að Dusty þurfi aðeins að vakna. Af því að við erum búin að segja, Kano þeir eru að spila ótrúlega flott saman. Við erum ekki búin að sjá svona nema af Edison og Þorsteinn sjálfum tveim spila saman. Þeir náttúrulega bara þekkja hvort annað og þetta er búið að vera svona snirtilegt á þeim. En Edison, mér finnst hann klárlega eiga vanta aðeins meira þarna. Spurning að hræra eitthvað aðeins ég segi ekki hræri í sétíðinu, en þeir eru búin að vera að reyna að gera eitthvað. Pússa úti, Þeir eru bara búin að fá, þú veist, ekki góð gunrounds. Þeir eru ekki búin að fá neitt tækifæri í gunrounds núna, bara frá því að Kano fóru að taka þessa sirpu og mér finnst það vera svolítið bara að gunroundin hafa fallið sjálf sig og ef þeir hafa ná einhverjum pikkum og svona, þá er það bara búið að vera í íkónum. En í þessum 5 rándum í röð sem að Kano eru núna búin að taka, að þá eru kannski 2 type round og annað þeirra er íkó. Og svo eru 2 gun rounds þar sem að Dusty voru bara sópaðir. Já, peningurinn skiptir engum mála fyrir Kano út leikinn, þeir eru bara golden og Dusty hins vegar, þetta getur verið mjög sárt fyrir þá ef þeir tapa þessu rándi, en ég ætla ekki að afskrifa það. Þeir hafa búið að taka time át hérna, það er meira undir og þetta er það sem við sáum virka fyrir áðan. Mollin er vel tímasettur hérna og verður til þess að Nonni fellur hérna ofan á það. Nú er þetta bara fyrst pressi. Pressi að taka móti, hann festir solo þarna fyrir fram að smókin og Tópa svinga líka, hleypur í gegnum Mollan og er orðin lár. Og hérna sjáum við vörnina virka eins og hún á til að virka hjá Dusty. Þetta var Localize, frábær nótkun á stöffi, hæja á pússinu þarna niður í Sigrid og festa þá svolítið með þessum mollum. Já, þeir þurftu á þessu rándi að halda og bara, veistu, ég held að bæði lið sjá að horfa núna 6 ránd verið sáttir. En Kano, ég held að þeir séu núna svona, við áttum eiginlega að taka þetta, við hefum getað fengið 2 ránd. En búið fyrir þetta búið, en pressi, hann heldur annað. Hann lokaði þessu rándi í kjölfarið eftir að Edison fann opnuna, ég veit ekki hvort maður segir það, en jú, síðan hvort sem er ekki. Jú, segjum það bara. Mollar þarna og spreyjar en kólar líka, þeir geta samt fyrir komnir niður. Pressi komin á staðinn á réttum tíma, smókar. Finnur 1 kill, hinn reynir að treyta hann, ég hata það ekki, en hann átti nóg kúlur í byssunni, þannig að þeir taka bara 7. rándið. Þetta var bara mjög erfitt frá því að Edison kastar þessum molla úti. Það var bara verður að segjast. Var það fljótt góli að Kano heldur? Nei, þú veist, málið er bara, ég hefði viljað sjá það bara, þú veist, þegar þeir eru á þessum tímapunkti, það er eitthvað pústandi í gegnum smókin, Edison kom í bak, finnur 2. Já. Solo, Þessi er líka á stað þar sem þeir búast alls ekki við honum. Blikk, það er ekki séns að hann sé að fara að klíra þetta, hann er skotin í baki þarna, Pressi finnur hann. Það er líka búið að finna alla aðra leikmenn Kano, það er bara Rufflu eftir hér, læstur inni í Sigrid. Ég bara nánast trúi ekki að Dusty endaði að taka 7 rándirna, bara fallega gert af þeim og enn og aftur það bara hrós á þá að finna svar þarna á móti Kano, en 5 ránd. Ef við tölum bara rándið á undan, þar sem þetta ránd er svo sem búið, ég hefði bara viljað sjá Kano stoppa og bakka aftur á rauða þegar málinn kemur. Já, þeir líka sendu fyrst bara 1 mann. Ég veit það. Þannig að þeir gátu gert það, þeir þurftu ekki að fullkommitta. En það er búið að riðla tímasetningunni hjá þér, það er búið að koma svona fát á hópinn, þeir vita hvar þú ert, þú veist ekki hvar þeir eru. Já, þeir gætu verið búin að pússa eitthvað í bakið eða eitthvað, þú veist. Þetta er svolítið bara svona fullkomið tími og tækifæri til þess að kalla bara, fristum hérna, bökkum aðeins aftur undir sæl og höldum bakinu, sjáum hvort að við sem að fá einhverja aggression í bakið, jafnvel bara, þú veist, klírum lobby aftur og rönnum þetta síðan bara aftur. Já, út af því að þeir voru með momentumið þarna og þeir, ég meina það hefði ekki verið vitlaus call, en við hefðum getað séð, ég meina þó að það hefði ekki verið með pressi sem að fjalla þarna í kjölfarið, þá var þetta opið ránd, en samt bara info var svo sterkt frá Dusty. En nú erum við komnir í pistólið og það er, inn á æð. Dusty komnir með sætið, það eru allir 5 lifandi hjá Kano, þeir ætla aðeins að ræða þetta, hvernig fyrir aðeins. Þeir fóru niður. Þetta er waste, þeir eru búin að kóla það, það kemur í ljós þarna.
Býttu, ok, þeir át okkur. Ég verði bara að segja. Það var búið að stilla upp í alvöru retake þarna að steipa. Ég var svo til í þetta retake, en á sama tíma, ég meina, þeir sækuðu mig líka. Já, já. Bara gott call hérna hjá þeim og callum með bombuna niður, allir 5 lifandi, vel dreifðir. Það var ekkert info hjá Kano, nú nefnum bara það sem við erum búin að sjá, en já, þetta lítur gallega auðvelt út fyrir Býttu. Það eitthvað stikk í gangi. Hann hætti, það ekki Rufflu Kit. með Kit. Ó nei, Rufflu núna komin. Kit liggur á bombunni. Kittið á bombunni en það bara pressa frá öllum hliðum hérna frá Dusty og þeir taka þetta pistol hérna í seinni hálfleik. Ég held, var hann skotinn á bombunni eða fór hann af bombunni? Hann skotin á hann í... Nei sko, það var einhver annar heldur en Rufflu sem byrjaði að stikka sem hann var ekki með Kit. Já, nei, en alveg undan því. Fyrsti maður sem fyrir á bombunni var ekki með Kit. Jú. Er það? Fyrst, sko, Var það Rufflu? já, það var síðan skiptuðir af því að seinni gæðin var ekki með Kit, en ég sá ekki hvort að hinn hafi verið með farið af bombunni. Ég held hann, Hann lítur á að farið af bombunni. Hann lítur á, ég væri til að sjá það replay ef það er hægt, ég ætla ekki að pressa ómikið hérna á, en pressa, hún er komin hérna yfir á rauða og með Mach 10, þetta er, nei, MP7. Er ég að rugla? Mach 10. Það er Mach 10 þarna, eru fyrst þar niður. Og komast niður, þetta er líka á móti pistol, þetta er bara nokkuð létt. Það er sús á borðinu, en held að geta ekki mikið í þessu rondi. Hérna er að taka móti 3, fara 2 á mökkum með degluna. Það er ekki líklegt til árangurs og Þorsteinn núna með línuna á rappin. Vita af honum. En Stjáni Guli, hann hlýtur að fá leyfi bara til að fara hérna á veiðar með þessa mökku. Vita það þeir eru á móti uspum og kannski einhverjum deglum. Þetta er fullt tryggt fram fyrir þá og Stjáni Guli sér að skrifa það niður í stein. Go hunt, bara, já, Stjáni, go kill. Hvað hétt aftur bókin sem að Tommi fekk frá ömmu sinni og afa þegar hann var yngri? Maginn, hún fjallaði allavega fornleifafræði og svona, hérna, forn Egypta. Forn Egypta, já. Þannig að hann, Tommi okkar ætlaði að vera fornleifafræðingur. Hann ætti kannski að, ok, ég ætlaði að koma með eitthvað pönn, ég var ekki tilbúinn. Ég var búinn að ákveða, ég ætlaði að mæta með þetta, en svo kom ekkert Anubis. Nei, ótrúlega þess að. Já. En við sjáum hérna, núna er vörnin hjá Dusty farin að stað. Já, ég horfði alltaf skorpsóttu okkur, fattaði það snýr öfugt. Já. Nei, það snýr ekkert öfugt. Nei, það snýr ekkert öfugt. En hvað er ég er að ruggla maður? Ég er bara að fá getur verið að þeir hafi verið að snúa því á meðan. Nei, ég held ekki. Ég er að reyna að bjarga okkur. Einn á móti einum hér, early trade. Ég var að horfa á eitthvað nafn og ég get svo svarið þegar ég sá það í bláu, sko. Rufflu þarna frábært sprey í gegnum smókin til að finna Þorsteinn F. Labba sinni í gegnum smókin og heldur Icy Spicy, er núna með upplýsingur um það að þeir eru fleiri ofan í secret. Og Eddes er bara Sen er að fá free kill þarna! Ekki mál fyrir hann og bara, já, þetta er slatta pening hérna og getur með þessi flott sem meira, kemur okkur straujandi, sækir 3. fraggið, veit 4. heldur línu og hann hættulegt, býttu, mjög hættulegt, Tópas einhvern veginn vinnur þetta, ok, kannski aðeins og snöggur að segja þetta var dýrt, þetta var góðu pening fyrir Eddesen, en já, þeir eru að fara að kaupa, en bara vel spilað hjá Tópas að hann ná þessu þarna. Hann lætur ekki fristast, þú veist, hann pússar ekki upp á rauða með félaga sinum, heldur sér tilbaka og það býr til þetta bil á milli þeirra sem að í rauninni gefur Eddesen ekki frítt fragg á hann og gerir vel að klára þetta. Það er erfitt að díla við mökku sem að svingar að pre-færa þig. Mjög nálægt. Þú líka bara býst svolítið við því. Þetta er þess að þurfti líka svolítið að gera, hann var lokaður hérna í afringunni. En Blikk og Nonni og Blikk og bara, við náum ekki eins og Blikk áður en það er bara búið að þurrka þetta út. 7-9, Kano, ok, halda momentinu sínu. Býtu, þetta var gunround hjá Dusty, afsakið. Er það ekki? Jú. Þetta var gunround, hvað gerðist? Þeir ætlaðu að taka hratt á og Blikk bara sagði ekki á minni vakt. Nei. Það var bara svolítið þannig. Þetta var svona, sko, Blikk var bara eins og dyravörður. Bara, jæja, skilur ekki, ég kom ekki með skilur ekki, já, þá bara út með þig. Slökkti algjörlega í þessu og góð vörn handa hjá Kano að taka á móti þessu og aftur sjáum við munin fara minkandi hér í seinni hálfleik. Kano með 7, Dusty með 9. Og Blikk með enn aftur opnun hérna og það er Þorsteinn sem að fellur þar.
ekki lítið nafn ofan af því og hér kemur málinn á góðum tíma. Þeir ná báðum. Já, Rifflu fær 1 ára fellur en samt, þetta er dýrst. Þeir eru með 2 byssur núna, lítið HP samt, en þeir eru búin að dreifa vörninni núna svolítið á milli og það er oftast það sem er terrum í hag. Þó svo að þeir séu 3 hérna núna, þá þurfa þeir að spá í svo miklu. Þurfa að spá í miklu, við erum með 2 bombsnætta til þess að verja og ef þeir vilja halda einhverju stjórn annars þar á mappinu eins og til dæmis á útisvæðinu að þá þurfa þeir að díla við það líka en það er Nonni sem er hérna upp á gula sem að mun vera til varnar ef að þeir kjósa að fara A sem að mér sýnist vera endastuðin en þeir sjá að Squeaky var lokuð ákveða þá vonandi eða væntanlega að fara í hött ef þeir ætla að halda sig við A-megin en þá kemur rótiti frá Nonna. Ég vissi ekki að þeir voru með bombu. Bomban er í venn. Já, ég var einmitt að hugsa, býttu, akkur, ok. Það hlýtur að vera. Ég tók aldrei eftir því. Ekki ég heldur, ég var alveg bara af hverju væri Nonni að hreyfa sig. Sérstaklega þú getur farið silent niður þarna og Squeaky var loka en já, það hlaut að vera. Eitthvað sem að fá fram með okkur þarna. Þannig að já, ok, ertu ekki bara að spara þá? Það eru 30 sekundur eftir, alltaf mikið, en já, það er allavega ekki bara að gerast núna, nema þá 1 byssa. Hvar er... Nei, Blik, hann klárar það líka. Blik búinn að eiga 2 lotur hún í röð sem að voru algjörlega frábærar, komin með 15 fellur. Og í þetta skipti erum við ekki komin alveg í endan á mappinu þegar Kano snýra sig ekki við, þeir voru nú svo sem alveg ágættir fyrri helming en svo leit Dusty út fyrir það bara svona, ok, þeir eru að fara að taka þetta. En núna búin að, næstu því jafna það er kaupránd hjá Dusty, við sáum hvernig það fór áðan með þá, þegar Blik spreyja á niður. Já, 9-8 hér, það er 1 MP9 í gangi hjá Kano en það er ekki því að það vantar pening, það er bara taktískt mat hér. Og það var Blik að strauja í gegnum crossbókin úti finnur engan samt fyrir erfiðið sitt en tekur Stjána gula ansi látt niður bara 1 HP eftir á Stjána en það er Rifflu hér til varnar fyrir crossin á niðri Secret og akkurat núna 2 leikmenn Dusty hangandi á rauðagám 2 aðrir hangandi aftast úti og þolinmæði þrautir vinnur allar Stjáni guli þarna Gætun á Rifflu hérna á stundu opnum og það er nákvæmlega sem að gerist, hann reynir að kíkja frá nýju anguli en Þorsteinn opnar hann er bara með buxurnar á hælunum þarna eiginlega að koma út úr kreditinu og það verður því til þess að þeir negli bara niður þetta Secretið. Topaz er komin á fínan stað. Solo er lappandi niður á eftir bara mjög góður í tímasetningu. Ef að Topaz getur haldið sér á lífi hérna og fundi kannski 1 eða 2. Nei, Solo! Þetta er alltaf Topaz. Hann var gripinn þarna! Bjóst ekki við manninum inn í vent. Gullfallegt rándi Dusty og já, það bara þeir eiga bara ekki nógu leikmenn til að hafa allt infóð hjá Kano lengur þarna. Þetta er 10. rándi fyrir Dusty og já, bara sannfærandi líka. Þeir eiga kaup hjá Kano. Þetta var, þú veist, þeir eiga kaup ef að Nonni lifir. Þú sett peningin á Topaz. Jú. En þetta var mjög óheppileg tímasetning. Stráðið loksins tekin að það var að horfa allt annað Þorsteinn Depp fylgir honum gröfina líka Edison líka veitum báða og þvílíkur efnahagslegu skaði hérna sem að Nonni er að gera það er ekki góður peningur Dusty megin og þeir eru ekki að fara að vera allir í hérna einhverju fullu kaupi eftir þetta. Nei, hann vissi líka að báðum hérna átt að gera það held ég þannig að ok, veistu já, ok þetta var bara vond fyrir Dusty sérstaklega ef að þeir taka rándið núna í kjölfari. Það er bara málið, þú veist, þetta er svo risavaxið, ef að Kano geta unnið þetta ránd, þá eru þeir að setja Dusty í bara hard spar og þá geta þeir komist í match, nálægt í að komast yfir. Þá þurfa Dusty að horfa aftur á rándi sem að var að gerast núna undan bara slaka hvað eru að pæla. Já, við þurftum ekki að missa alla 3. En 10-8 Dusty í vil og ég verð að segja óháð því hvernig þessi leikir fara hér í kvöld að þá er Kano búið að mæta til leiks sterkara heldur en flestir hefðu búist við og þeir geta verið stoltir af sér eftir seríu kvöldsins. Klárlega. En ég held að þeir séu ekki bara sáttir við það að hafa gefið Dusty 2 close möpp. Þeir vilja vinna þessa seríu. Við erum líka ekki lengur í group stageunum okkar, riðilunum. Við erum komin í, playoffsin, single elims. Það er bara do or die núna. Þetta er að reyna að komast í úrslita leikinn sem að verða, semifinal sem að verða 50-daginn 24. ef mér skallast ekki. Blik bara með 1, þarna hefði þurft að finna aðeins fleiri. Núna eru þeir 3-3 og 3-3 er
terrornum í vil í Counter-Strike. Já, en þeir hafa svo gott info hérna á Kano og þeir eru líka með ágætan leikmann og það er Topaz, sækir 2 hausa hérna og nú, já, info, hálfu maður, Icy Spicy, hann er með bombu? Hann er með bombu, já, og hann er með, já, hann er reyndar ekki með info báða, þeir eru konum með 1 mann í Heaven, Nonni situr bara hérna, þeir eru ágætlega staðsettir hjá Kano, en gott kalli á Kano, já. Bara býðum eftir plantinu, við erum 2 á 1, þeir munu reyna að stoppa plantið ef þeir fá það frítt eða bara þarna, halda upp Secret og Solo tengi skotinu og Icy Spicy fallin, Kano 9, Dusty 10 og Dusty að spara. Einhver að byssurna, ekki svo mikið hjá Dusty, eða bara engin peningur. Ég meina, peningurinn er bara í ruglinu hjá þeim, þeir eru með 2 og 4 í loss bonus, þannig að ef þeir kaupa og tapa þá eru þeir á kúpunni í rándinu og eftir, þannig að þeir geta keypt sér niður í 2000, helst samt ekkert mikið Þeir eru með 3 smóka, þeir eru með eitthvað uppsett fyrir þetta sennilega. Já, þeir eru með 3 klokkur, 2 klokkur, 2 tekkur, 1 deglu. Það eru útismókar, virðist vera, er það ekki rétt mér? Nei, eða hvað? Nei. Jú, útismókarnir og þetta er bara fake, þeir eru að fara allir yfir á bíðum, séð þetta áður, klassískt. Halda mönnum úti, halda mönnum vakandi, en Kano eru eiginlega bara einu skref á undan og ég held að sé út af því að þeir lesa þetta ego. Og hérna eru þeir bara spreyjandi byssunar upp, Topaz og Blikk, ekkert mál, fullt hús enn og aftur og búin að jafna núna 10-10 stendur staðan og þeir geta farið með til 3. mapp ef þeir halda þessu áfram. Ójá, það er bara, ekkert bara þeir geta, ef þeir halda þessu áfram þá eru við að fara í mapp nr. 3 af því að Kano eru búin að jafna leika hér. Þeir stóðu sér vel í fyrri hálfleik, þeir eru að standa sig ennþá betur hérna í seinni hálfleik og þetta var hlutur sem er búin að koma mér á óvart fyrir Kano í kvöld. Bestu playin og bestu roundin sem Kano er búin að eiga eru búin að koma að bakinu af frábærum köllum hjá hverjum þeim sem er að kalla þennan leikinn. Já. Og vestur roundin hjá Dusty eru kaupránd, nei, ok, en ég ætlaði að segja, Þorsteinn alveg búinn að slökna á honum. Eins og þetta? Já. Þetta kall að lobbykrönsa með fullt kaup á móti fullkaupi í rándi 21 er klikkað kall. Ég elska það. Bara getur einhver sent með skilabúð og sagt mér hver er að kalla fyrir Kano af því að þetta er, hver svo sem er að kalla fyrir Kano akkur núna er bara rísandi stjarna sem in-game lítir hérna á Íslandi. Þetta er nýtt, þetta er fresh, þetta er ekki sama uppsetningin maður sér alltaf. Þetta er svona, hei, þeir búast ekki við þessu. Rándin sem þeir eru búin að vinna eru rándin þar sem þeir bara soul-rýta Dusty og bara skóla þá. Þetta er ekkert ósvipað frá köllum, ekki bara út á aimi. Þetta er klikkað. Elskar að sjá þetta og við erum að sjá hérna Þorsteinn og pressa, ég nefni það aftur Þorsteinn, hann er búinn að slökna aðeins, hann var með 16 kill í fyrri hálfleik, það er bara aðeins búið að dofna ljósi hjá honum, en breytir ekki því að þeir eru ennþá með sterka menn hjá sér og það er aðeins fara að vakna í hinumönnum. Pressi líka komin í 18 kill, við erum með 2 hard hitterina hjá Dusty núna eftir lifandi á mótið 3. Þeir eru eitthvað að ræða saman, nægu tími ætti að vera fyrir plantið, heyra rótið hérna og ég held að plantið komi örugt fyrir Double Doors. Hann feikar plantið og þá er pressað á Double Doors. Þetta endaði ekki vel fyrir þeir. Gert! Þetta var svo fallegt hjá Kano þarna. Blikk tilbúinn á double á meðan þeir senda, ég sá ekki hver það var, Rufflu held ég, hlaupandi gegnum smókin í single til að draga alla athyglinna. Þetta lítur ekki út eins og lið sem að er upp til hópa skipað af ungum leikmönnum. Ég veit ekki af hverju að hann stikkar ekki plantið þarna, hann plantar fyrir Double Door, þeir eru með pressa í hann heyrir í þeim og ætlar að feika plantið og taka á móti aggression. Já, ok, ég skil það, já, en já. Og svo kemur aggressionið ekki fyrr en að þeir taka þetta bait and switch. Veist, þetta var bara, og aftur, Rufflu mættur hérna í eitthvað aggressive play úti, finnur Stjána Guðna að pressa, Solo með backupið og Edison er fallin líka og það er bara Icy Spicy og Þorsteinn F hérna sem standa á milli Kano og lotu númer 12. Og ég held að, já, ég held að það er líka bara staðfest. Lota númer 12 fyrir Kano. Hann er með map point og ég held að það sé bara öruggt að segja. Ég ætla bara að geta mín orð með, já, glöðu geði ef að Dusty ykkur nefn breyta þessu. En Kano, þeir getur verið að draga okkur í 3. map og það er Inferno. Það er Inferno. Þá reynir á
in-game lítera. Já. Það bara þannig og veistu, eins lítill Inferno maður og ég almennt séð, bæði sem spilari og sem áhorfandi, að þá hefur þessi sería hingað til gert mig ótrúlega spenntan að sjá þessi lið takast á Inferno. Já. Út af því að mér finnst Kano vera að kalla bara svona 3 styrtaflokkum fyrir ofan það sem ég bjóst við það. Ok, það preis, já. Nei, skilur við, ég veit að þetta allt góðir eimerar. Þetta eru ungi spilarar, við sjáum það bara í kamerunum. Þetta eru ungir spilarar, þeir eru ekki með mestu reynslun á landinu. Þeir eru allir drullugóðir eimerar. Já. En að geta kallað svona leik og spila svona leik eins og við erum að sjá hérna frá Kano þroskamerki sem að ég var bara ekki að búast við það. Þú veist, ég sammála, sérstaklega við berum saman treinleikin, það var byrjunin á treinleiknum hjá þeim, þá, já, þetta lítur miklu betur út hjá þeim hérna. En þeir eru hérna komnir 3 á 3 og það rapp úti frá Dusty, Icy Spicy finnur Topaz í hell og þá það solo til varnar inni á A og honum við hlið Nonni. Má ekki gefa þeim ómikið kredit, þeir eru ennþá að keppa á móti Dusty sem að þurfa bara 2 round til að taka þetta yfir í overtime, þannig að, já, aldrei skrifa þá út en Nonni og Solo, þetta gæti verið til þess að þeir bara gefi roundið. Nei, samt ekki, að nægu peningur hjá þeim, þeir eru með banka upp á bara restina á leiknum, þannig að þeir eru alltaf að fara að reyna á þetta. Komnir hérna tildulega framalega, ef Icy Spicy verður tekinn núna og þeir fá Heaven, þá þetta on. Og Icy Spicy, ég var ekki búist við honum upp á hérna handriðinu en Þorsteinn F var vel staðsettur til þess að bakka hann upp á það og það Nonni núna 1 á 2, Stjáni Guli og Þorsteinn F að venda bombuna, þeim tekst það 11-12, Kano leiðir hér með 1 lotu og þetta fer alla leiðina, 24. lotan að fara í gang hér og Kano geta með sigri í þessari lotu tryggt sér sigur hér í öðru mappinu og knúið fram 3. mappið hér í seríunni en Dusty með sigri geta knúið fram framlengingu. Ó já, ég var til í framlengingu og svo 3. mapp, ég allan pakkan. En hvað callið hjá Kano núna? Þetta svolítið mikilvægt call í kjölfarið. Já, ég meina hvernig sem að roundið fer, það náttúrulega byrjar á því að þeir haldi bara sínum stöðum en úti, þeir hafa allt info þar, þetta gríðilegt, hér koma úti smókarnir, ok, ég held þeir ætla að sleppa þeim alveg en þeir ætla líka bara að fara með þessu en inn á það, þetta vendrop? Gæti alveg verið, þeir eru allavega með þó nokkra leikmennana og Kano eru með upplýsingar um það að þeir séu með leikmennana. Þeir strauja bara gegnum smókin hérna og það Nonni sem fallinn, Solo fyrir en það ekki nóg. Icy Spicy og Þorsteinn F pikka upp 3 og þá það allt í einu bara Topaz 1 eftir og þarna kom in-game líderinn og shot callerinn Dusty megin og svaraði við sig, fyrir sig með góðum hægri krók, myndi ég segja. Já, algjörlega, bara þeir eru þarna milli varnarveggjana núna, hvað kallar það, og já, undrögg beint í kjálkan hérna á Kano og við förum í framlenginguna. Það já. Ef þú hugsaðu eins þetta, Dusty hendur útismókum eftir smá töf, hendur lurksmók Squeaky og hlupu 4 í gegnum smókin með skyflassi. Já, þetta er split B-fake. Já, þú veist, þetta play sem þú kallar ekki nema þú sért með read á rotatið hjá andstæðing. Já, og líka bara hversu riski menn að halda smókum. Men svona Blik var að halda þessu. Og það var rond sem þeir fengu á þannig þetta skiptir counter. Ef það gæi sem að spila Spike í antiflass í þessu stöðu þarna en Blik ekki, hver sem það var þarna, ekki bara lappandi út á miðju sætinu, þá þetta ógeðslega erfitt play fyrir Dusty að láta virka. Eru núna að taka rappið hérna í hell en Blik finnur Stjána Guli gegnum reikinn, Þorsteinn F finnur Rufflu Solo með Þorsteinn F, það trade hérna fram og tilbaka, Edison finnur Topaz og eftir allt þetta þá eru það 3 á 3 hér og B-bombstættin fallinn. Dusty búinn að tryggja sér hann, þeir streyma hérna niður rampin en rotatið komið nú þegar. Allar upplýsingar ætti að vera til staðar Kano megin. Aðeins 10 cm milli skjá og andlitið á Icy Spicy hérna, þannig að ég held að bomban fari niður léttilega, mínúta eftir núna og öll pressa á Kano. Blik! Býttu, hvað gerðist og hvernig gerðist þetta? Og Nonni bara með skólabókar fight hérna á móti Edison, opnar double og bara fylgjast með línunni bak við siloið og Kano á ótrúlegan hátt með frábært retake.
vinna fyrstu lótuna hérna í framlengingu 13-12. Talan sem við erum að leita að hér 16? 16 til að vinna, 15 mesta sem getur fengið í einum helming. Við fáum 3 ránd beggja megin. Eins og eru Kano búinir að sækja sér 1 ránd, það 13. Besta sem geta vonast eftir eru 15 City megin, þá þurfa þeir bara 1 stykki á Terra helming. Dusty ekki sáttir að byrja hérna bara með, ég myndi bara segja klúður eiginlega. Þetta leit vel út hjá þeim en svo koma Kano bara á milljón og opna þetta. Allavega höldum við áfram hérna. Það mikið flottari og sterkari vörn hérna inn á A-sætinu verði eiginlega að segja frá Kano. Þetta skiptir miklu snirtilegri, menn ekki bara að bíða eftir pushi, menn að bíða eftir executi. En það verið að stríða þeim á B-inu og þar Topaz komið með línu núna til að aðstoða sinn mann. Já, Blik droppa niður til þess að taka mótið með þeir fara streymin á B. Hann kominn bara alla leið double doors. Edison finnur 2 mikilvægar fellur þarna, Rufflu annars vegar og Solo hins vegar og þetta ætti að opna A-sætin. Edison eða Icy Spicy úr Heaven á sama tíma. Vorum við að horfa á Icy Spicy á þannig tíma? Ég las Edison. Ég týndur í svo. Það var bara Blik, eitt skot, en hann aldrei bara sefin að vappa. Nú megar alveg höndan, það verður ekkert úr þessu fyrir hann. Hefði líka svo sem að geta skipt máli með peningan að gera. Við erum í overtime þar sem oftar en ekki þá til peningur, en getur farið til sjandans ef að þú eyðir miklu í allt utility og vappa, en leiðu þeir vinna fyrsta rándið þá þeir nokkuð öruggir með pening út framlenginguna eða hálfleikinn í framlengingunni. Enda viljum við sjá gunrándin í overtime. Það hugsunin, hvor liðið stendur betur. Pistolin eru ennþá oft kölluð þessi gimmick round. Það sér ekki sama playstil í gunrándum og pistolrándum, enda mikið fast plays í pistols, en talandi fast play, það hratt enn og aftur upp á Silo og það Edison búinn að vera þar og sjá að halda úti svæðinu. Þarna push í lobby, þeir eru 2 Blikir að fara fremstur með vappan, Solo og þétt á eftir honum. Það ekki, Edison átti að hafa spottað Rufflu þarna, það sást í hann sjá hann. Blik finnur pressa líka og Rufflu með annan, Þorstein F líka og þá það bara Edison upp á Silo og Icy Spicy bak við rauða. Þessi calls hjá þeim eru ógeðislega snirtileg, bara við fáum ekkert info, þá förum við bara sækjum þau. Þetta bara mini-heroic fyrir framan okkur hjá Kano. 2 núna eftir hjá Dusty og ekki líklegt. Edison rétt lefar hérna framjá en dugar ekki til. Blik og Rufflu negla þetta niður. Hættulegt double peak hjá þeim, en breytir ekki því að þeir eru með nóga leikmönnum hjá sér og enn 14 round. Þeir geta tekið þetta áfram, en eins og ég segi, Dusty, bara það að við sem að segja nafnið Dusty og 1 round á milli, það er aldrei búið. Nei, og við munum að Dusty komu sigri hrósandi úr fyrri hálfleiknum þegar þeir spiluðu counter-terrorist hliðina. Þannig að þeir hafa fundið meiri velgengni sem CT heldur en T og það það sama upp á teningnum hjá Kano. Þannig að Kano hér finna 2 af 3 lótum CT megin. Dusty þurfa bara að finna 2 af 3 lótum CT megin til þess að knýja okkur áfram í aðra framlengingu. Þannig að ég myndi segja að það væri alveg ansi líklegt núna nema Kano geta þá brotið svolítið minnstrið og farið að tengja saman einhverja lótur hérna á T-liðinni. 13, 14 og Dusty á CT helming. Sjáum að Vernda í þetta skipti búið að svissa yfir. Hvað callið hjá Kano? Því að það ætti að vera mikilvægara núna heldur en í City, þar sem við höfum séð á. Aggression, það skiptir máli. En það búist við því. Nú akkúrat að hlaða þarna og það enda bara, veistu, það opnunin. Það sé að hlaða. Herði, og Rufflu, hann sér allt þarna úti, finnur bæði pressa og Edison. Og það hefði svo sannarlega geta farið í hináttina og Kano eru hér 5 manns á móti 2 og Dusty neyðast eiginlega bara til þess að spara. Þeir geta alveg tekið sénsinn og reynt fyrir ítekið, en það bara svo mikið stöff, þeir ætla að gera það, en það er svo mikið stöff eftir á Kano. Fóru þeir út frá hleðslunni hjá Edison eða var það bara tímasetning út af því að það var negla ef það var Casey út af því að hann átti að vera maðurinn sem að sá Squeaky. En þeir strauja bara allir út, hann bara með, Þeir strauja út, þeir voru með Rufflu aftast á rauðagám. Hann unnur pressa
Þannig að Pressi kallar þessi leikmaður úti á sama tíma og þeir strauja út Squeaky. Þannig að Edison svolítið gripinn á milli sko, bæði þess sem að gerast og þess sem verið að kalla inn á TeamSpeak. Og það svolítið kemur Edison í vesen þarna, en Þorsteinn hann nær að halda vappanum og núna eru Kano einni lotu frá því að sigra þennan leik og setja okkur í map nummer 3, Inferno, til þess að útkljá þessa seríu. Það kemur ákveðin léttir þegar þú ert komið með mappointið og sérstaklega ef þú hefur eitt roundan á milli eða fleiri til að hendi ruslið. En ég segi samt ekki hendi ruslið út af því að þú mátt eiginlega ekki hugsa þannig. Þegar þá hendur í ruslið. Nei, það er bara þannig. Það er bara þannig. CS 101 en þeir eiga að vita betur hérna. Rufflu hérna er að fara að taka mótið Þorsteini, hann er að lörka smókin en Rufflu býst ekki við honum þannig að Þorsteinn nær þessu pikki en rampurinn aftur á móti opinn á sama tíma. Stjáni Guli, hann er hérna niðri í Toxic akkurat núna. Og það er verið að gera eins og þeir geta. Edison bara sér allt saman. Hann er bara í glugganum, miða, skjóta, eins og maður þarf að gera. Þorsteinn er ennþá lifandi, þeir vita hvað hann er, heyra í pressa. Þetta er allt á núna. Hann er með infóð á 2, en hvað er þriði? Sko, þetta hefði náttúrulega verið rosalegt ef að Nonni hefði einhvern veginn náð að klóra þetta tilbaka. Já. Hann spilar þetta svona vel, að finnur Edison í glugganum, reynir að einangra fætinn við mannin á rampinum, en það er bara ekki nóg. Og Dusty eru búin að koma okkur hér í 14, 15, það kemur allt niður á þetta síðasta round. Ef að Dusty vinna þá fyrir við í aðra framlengingu, ef að Kano vinna þá fyrir við í map nummer 3. Þannig að, og við erum að tala sko, ef að Dusty vinna og setja okkur í aðra framlengingu, að þá eiga þeir ennþá séns á að sparka Kano úr mótinu. Þannig að, þú veist, Kano eru með bakið upp við veggina. Það eru þeir sem eru að berjast fyrir lífum sínu í þessu móti akkurat núna. Og þetta er sen mollaður af Kula akkurat þegar hann stekkur þarna upp á. Og þetta round, já, þeir hrattast að utility-lega séð, en hægtast að þeirra kemur að hasar. Menn að reyna að pota og fá ykkur að fríar opnanir. Þetta er mjög algengt að reyna að fá ykkur frýtt, en Pressi, hann er bara orðinn þreyttur á því. Hann svingar hérna bara, finnur Rufflu sem átti að vera lurki, þá er planið hálf spottað bara. Það að hann hafi verið að reyna að koma sér nálægt þarna, þannig að þeir, já, grípa til annara ráða, eru farnir hérna að reyna að þrengja að Þorstein sem er með mjög góða línu. Hann ætti að fá 1 kill, gerir það og Stjáni kemur þá hérna upp úr rampinu til að aðstoða, en það er enginn í kjölfarið af þessu. En nú Stjáni Guli kom með innfóið. Þetta er bara negla held ég hjá þeim. Ég heldur geta ekki bakka úr þessu, vita báða mennina, eiga að gera það. Þannig að, já. Sko, 2 hluti sem ég vil benda á hérna. Númer 1, Blikka með 30 fellur. Já! Hann er 30-18, hann er búinn að eiga algjörðan stjörnuleik hérna, hann er að sýna bara af hverju hann er talinn mest upprennandi, ef ekki mest upprennandi talent í Counter-Strike á landinu. Á sama tíma þá er Rufflu 21 felli, hann er 1.5. Já, ég veit það, ég sá það síðan. Ég er bara, já, fljótur að grípa hann. Það er annað OT, við erum ekki að fara að skipta hlið strax. Nei. En ástæðan fyrir því ég vil vekja athygli á þessum 2 leikmönnum, fyrir að fyrst að Rufflu er að toppa scoreboardið, hann er með meira damage, af því að hann er bara búinn að vera sjúklega high impact í öllum roundunum. Já. Þannig að þegar hann er fundinn fyrir utan main, snemma í þessu roundi, að þá hugsaði ég strax kann á ekki séns á þessu rondi, af því að rondin sem við erum búin að vera að vinna eiga það flest sameiginlegt að það er annarkvort Rufflu eða Blikk sem eru bara að valda einhverju glundróð einhvers staðar. Já. Það bara Rufflu aftast á rauða að taka pressa þegar hann kemur upp secret, taka Edison í main, rondið er búið. Og þeir þurfa bara svolítið að fá báðir að virkjast ef að Kano ætlar að læsa þessum rondum og þó sérstaklega á T-hliðinni. Já, sérstaklega á T-hliðinni, við erum búin að segja það. Þeir eru búin að vera með ótrúlega sterkan playstíl á CT, það sem er bara að sækja sér info, en það er líka bara að virka fyrir það, þeir fá opnarna þannig. Verandi á T, þá er þetta eitthvað sem að Dusty búast við. Þú þarft að initiata. Þeir geta beðið endalaust. Þannig að, og hérna virðist bara að vera sama þeman, nema bara, vittu hvað, augun ekki á skjánum, Pressi verið að horfa á minimappið eða eitthvað akkurat á þessu tímpúti og þvílíkt 180 gráðu flikk þarna frá Blikk til þess að finna þetta kill. En þá er það Þorsteinn F, hann er að íta upp rampin hérna
að leita að einhverju, misti á alla framhjá sér samt, það eru 2 menn komin upp í heaven, Topaz þar búinn að finna Icy Spicy inn á sætinu, Edison svarar samt sem áður. Það Solo, Nonni og Rufflu, allir 3 hérna á móti, Edison upp á þetta round, Nonni finnur hann í gegnum Smokey, Squeaky og Kano búinn að læsa sér 16. roundið sitt. Það var vont að Pressi að við mista þessu bara að þegar hann með hann í crossirnum hjá sér, eiginlega bara hálf leiðilegt að þetta hafi gerst, en þetta fullkomið dæmi þá kröfu á rafíþróttafólk í keppni að vera 100% on allan tíman á meðan þú ert að keppa. Með fókus, og það líka bara, þetta tölvuleikur, en þegar þú ert að keppa í þessu, þá þetta aðeins meira en tölvuleikur. Ég meina, þú veist, ímyndaði bara ef þetta gerist á sviði, á einhverjum major, og þetta bara munurinn á milli þess að liðið þitt vinnur eða tapar. Þú veist, þetta mögulega $1 million mistök, skilurðu, í ákveðnu samhengi. Algjörlega. Þannig að þeir hrista þetta af sér, þetta á streymi og einhverjir menn sjá þetta, fólk sér þetta auðvitað, en þetta ekki sami skali og þetta getur verið. Ég meina, ef að Blikk og Þorsteinn eru að fara í þá átt sem að við, viljum að þið fara og bara búast við, þá verður að fara að turka þessi mistök í burtu, sko. En þetta skipti var það Pressi, hann tiltölulega nýkominn í þetta line-up, þannig að við gefum honum smá slakk, en ég meina, þú veist, Pressi líka einn af þessum leikmönnum. Ég meina, hann ungur ennþá, hann rosalega hæfileikaríkur. Hann á framtíðina fyrir sér og tala nú ekki núna þegar við búum í landi þar sem það tækifæri til að fara út á skólastyrk, það tækifæri til að fá þessa sjensa erlendis, þá fer að skipta máli fyrir aðila eins og Pressa að útiloka þessi mistök fyrr heldur en aðrir hafa komist upp með. Kannski erum að stríða honum ómikið hérna, þó ég segi það, en þetta algjörlega, þú verður að þurrka þetta út. En það verður engin skaði til þarna, þeir komast með Nonna niður og hann finnur opnun að Stjána gula og komið með B-sætið. Þetta bara gæti verið risavaxið ef að Kano ná að taka 2 round hérna tíminn og þá þeir fyrstir til þess og Nonni fullkomlega staðsett til að taka móti Þorsteini. Það Icy Spicy í vendinu, hann lendir í vesinni og hann fallinn og þá það bara Pressi hér 1 á móti 5 og Pressi þrátt fyrir það að við séum að tala þessi mistök, náttúrulega bara frábær leikmaður og standa sig virkilega vel í gegnum þessa seríu, en hann á við ofurefli að etja hér 1 á 5 og fellur. Kano koma með forystuna úr T-hálfleiknum sínum hérna í seinni framlengingu og það stórt, skal ég segja þér á núk. Og þetta svo vont núna út af því að Kano konum með yfirhönd og bara, þú veist, þetta momentið. Ef þú ert að face it og þú ert í þessu situationi, þú kemst vinnur 2 round tíminn, ferðir yfir sitt í hliðina og hugsar, núna vinnur það. Þú veist, ef þú fer bara 1, þá ferðir yfir að sitt í hliðina og hugsar, ok, við fáum annað OT. En núna ferðir yfir að sitt í hliðina og hugsar, við vinnum það. Og það verður áhugavert að sjá hvort að Kano geti gert það bara strax hérna í fyrstu 2 lótunum eða hvort að Dusty fara að klóra sig eitthvað tilbaka því að þá byrjar mjög fljótt að missa sjálfstraustið. Nú líta Kano miklu snirtilegri út, verð ég að segja, heldur en Dusty og það bara sérst hérna ekki samt einhvern veginn býtur. Pressa þarna með aðstoð Nonna. Aðeins og mikið kaos þarna, þetta plast frábært fyrir Topaz og Topaz finnur 2. Ég trúi þess ekki. Það var enginn að horfa á Æsa en hann átti að geta spreyja 2 þarna. Nei, og Þorsteinn F núna 1 á 2 og Topaz ásatt Solo og þeir bara píka hann saman, klára þetta og Kano núna komnir á match point enn og aftur og hann var 2 tækifæri til þess að loka þessum leik í þetta skiptið í vörn. Búnir að fá þetta tækifæri áður, núna snýst þetta að, hvað klikkaði síðast? Ég meina, þeir eru setið með núna. Og þeir eru setið með, það rétt. Þetta það sem þeir vilja. Þetta hefur verið þeman, það lítur betur út hjá þeim. En eru Dusty með svar við þessum? Eru Dusty tilbúinir að negli í eitthvað? Því að það alveg búið að vera executin sem að Kano bara strókar út hjá þeim. Og það eitthvað sem að mér finnst geggjað akkurat eins og þú segir. Hver IGL-in? Hver að antistrata á eða countera það út af því að callin eru góð. Midround callin líka, af því að við sjáum það ekkert info kannski strax í byrjun, að fara og sækja þér infoð. Förum saman inn í main, píkum saman, vappi, akkur ætti hann að gera það. 1 úti. Bara, þetta gullfalleg
setja í hlið hjá þeim og bara textbook hvernig á að spila ef þú hefur ekkert info. Sæktu þér infoið. Ég held að þessi leikir sem við erum búin að sjá núna hérna á milli sko Dusty og Kano, þá sérstaklega Nuke, náttúrulega Train innkeypti svolítið að því að sko Dusty voru að fá að keyra bara leikhandbókina sína og við sáum svona lítið pushback á taktísku hliðinni frá Kano, en það sem ég finnst þetta Nuke map hafa boðið okkur upp á er bara algjör skákleikur. Mér finnst bara megnið af rándunum hafa farið svolítið bara út frá köllum, annar liði kallaði rosalega vel, hitt liði kallaði ekki nógu vel og rándi bara vinst á því. Ég man ekkert eftir, skilur, þú veist, við erum búin að spila, það er 18-16 hérna og ég get ekki sagt þér sko 3 ránd sem að voru bara eitthvað þessi gæi eimaði ógeðslega vel á deglunni. Nei, það er rétt og það bara akkurat segir nákvæmlega það sem við erum að tala bara, þetta er bara ótrúlega flott spila hérna sem liðs heilt. Og Blik, hann bara straujar inn Squeaky, en það springur í höndunum á honum að því að Stjáni Guli og Pressi og Þorsteinn F svara með 4 fellur og þetta ránd er bara búið áður en það byrjar. Dusty komnir í 17, Kano í 18 og það var reynt, en það er eins og Dusty er bara búist við því. Kannski aðeins og snöggir að reyna að loka á leikinn þarna. En mér finnst það geggja kól sko. Það er nefnilega málið, hefða náðu þessu, perfekt, þetta er það sem við erum búin að vera að gera, við værum að segja það núna, en það er alltaf hægt að vera hindsight með hlutina, en Rufflu núna einn eftir að vera ekkert úr þessu. Hann er að leta sér að ninja diffuse sko. Bittu. Ok. Það má alltaf reyna. Já. Má alltaf reyna. Það er meira sko, niðurlægjandi fyrir andstæðinginn heldur en það niðurlægjandi að þú hafi taparándin að reyna að ninja, skilur. Það er bara, leður komið smókin og hnífin upp í hendinu og ert með kit, bara go for it. Alveg sama hversu margir lifandi. Þetta voru nú Breiðablik sem átti nákvæmlega þetta ninja diffuse í einhverjum official leik sko. Nuke er svolítið svona, menn átta sig alltaf á því bara, herri, menn við erum ekkert með alla stöðurnar. Það er oft gaman að sjá einmitt sérstaklega svona vent holes og maður hefur séð þetta mikið á B-inu líka, menn sé að sitja einhvers staðar annara megin í doors. En já, þeir geta verið þakklætir allavega Kano núna að þeir áttu auka rán til að vinna með, en dugar það. Dusty komið framalega hérna, þeir ætla ekki að taka neina sjensa strax, þeir enda bara að pota, en hvenar... Nonni, hann er í frábæri staðsetningu, hann er búinn að finna 3 og solo með Eddeser og það er bara Þorsteinn F, 1 eftir á móti 5. Þessi leikur er búinn, eða hvað? Þorsteinn F, ef það er einhver sem getur dregið þetta upp úr hattinum hérna með 3 eftir í líf, 1 á móti 3, þá er það Þorsteinn F, hann er búinn að finna 2! Nei. Hann þarf aceið til þess að klára þetta og setja okkur í 3. framlenginguna hérna. Hver betri heldur en reynsluboltinn sjálfur í síðasta mótinu fyrir Dusty. Hann leitar, hann finnur ekki Blik. Hann var svo nálægt í. En Kano vinna hér map nummer 2 og setja okkur lóðbeint í Inferno. Map nummer 3. Hann... Hvernig fer maður rólega úr þessu randi? Hann var næstu búinn að gera eitthvað kraftaverk. Hvað var með mikið hápið þegar að fá fyrsta killið? Þú veist, eins og ég segi, bara ef að það er einhver sem að getur þetta, þá er það Þorsteinn F, en tókst ekki þetta skipti Kano með seglu sigur hérna á móti Dusty, þurfti 2 framlengingar en þeir lokaði þessu á endanum. Áður en að við förum í auglýsingar fyrir 3. mappið okkar sem byrjar eftir bil 7 mínútur, þá langar mig að spyrja þig, hver er MVP? Blik. Blik MVP hérna í mappi nummer 2 kemur ekki óvart, hann var lék á alls oddi í þessum leik. Já, Þorsteinn var allan við hliðina og hann sýndi okkur á næstu í síðasta rondi að hann hefði getað gert eitthvað ömurlegt. Ég held að þeir hefðu aldrei farið með sigur í 3. overtime-inu hefði hann gert þetta við Kano. Bara ekki sens, þetta er bara, það er ekki hægt að drepa móralinn held ég meira heldur en að taka sko 1 á 5 ace til þess að setja okkur í 3. OT en Blik lamingju með MVP verðlunin hér í korti nummer 2 spilaði algjörlega frábælega, Kano spilaði algjörlega frábælega, leikurinn sjálfur var algjörlega frábær, þetta er einn af þeim sem ég mun horfa á aftur, en við erum ekki búin. Það er ennþá meiri hasar eftir og þvílíkt sem við erum öll heppin, það er Inferno rétt eftir þetta. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Red Bull veitir vængi.
Verði velkomin aftur hér í vormót ljóslegarans. Dusty Kano leikur kvöldsins og staðan þar akkurat núna 1-1. Dusty vann sigur í mappeikinu sínu sem var Train 13-10 og Kano knýja fram sigur, hvað var þetta, 19-16 eða 19-17 ég man ekki hvort þetta allavega í annari framlengingu þá knýja þeir fram sigur hérna og setja okkur í map nummer 3 sem við erum að fara í núna og það Inferno. Inferno eiginlega bara svona ekta decider map, hefur lengi verið bara allstæðar í heiminum og þú nefndir þetta bæði held ég á kameru og líka bakvið, bara getur ekki beðið eftir að fara í þetta, því að þetta mun sýna hvað þetta IGL prospect hjá Kano og ræður hann við Dusty í Inferno. Það svolítið stórt map þegar kemur að þessu hlutverki. Það nefnilega bara að mínu mati stærsta mappið þegar kemur að þessu hlutverki. Ég horfi á Inferno sem map sem að sko, þú getur eiginlega ekki unnið á aiminu nema að aim-munurinn sé það mikill að þú bara vinnir alla fæta. Já, þetta líka, við erum líka að sjá sko, þetta svolítið mappi sem að svona Astralis starta grenade eða handsprengju eða bara utilityinu í rauninni, bara allt því. Þetta svolítið mappi sem að byrjaði svona, hei, við getum hent fleiri en einn í einu og við getum sett upp. Mér fannst það að vera svona aðal mappir að maður heyrir mikið talað overpass alltaf hjá þeim sko, en mér fannst Inferno vera svolítið aðal mappið, það allavega fljótt að verða deciderinn sko. Sko overpassið þannig að þú hefur bara sem default á T-hliðinni alveg slatt af plássi til þess að vinna með. En þú þarfst að hafa fyrir því að vinna map control áður en þú kemst inn á sætin. Það svolítið frábrugðið því sem við sjáum kannski í Nuke, þar sem að terrarnir eiga bara map control beint fyrir utan sætin og CT-arnir eru svolítið að passa bara að komast ekki inn á sætin. Inferno svipað map og overpass, nema þar hefur ekkert pláss til þess að athafna þig, nema þú berjast það strax í upphafi. Ef þú glatar miðjunni, ef þú glatar apps, ef þú glatar second mid, ef þú glatar banana, þá í raun og veru bara með T-apps og T-spawn. Sem ekki neitt akkurat, já. Og já, það rétt verið. Líka sko, menn að fá, þú með map space fyrir í overpass sko. Þú hefur nánast ekki neitt í byrjun á Inferno. Nei. Og allavega ekkert mikilvægt, þannig sé sko. Second miðjan, jú. Hleypur upp rampinn. Þú ekki einu sinni með second-miðuna þegar gæinn gæti píka út glugga og challengea. Já, akkurat. Þannig að þú þarft í rauninni að taka apps til þess að eiga second-mid. Þetta gæti verið Kano í hag með að við hvernig sáum að spila Nuke. Voru svolítið að íta á móti Dusty þegar þeir voru í T-side. Þannig að það gæti verið áhugavert allavega að sjá það. Ég meina það mikil þema í þessu mappi að fæta yfir banana control og sömulegis second-miðinni. Já, og þar myndi það svolítið standa á falla, en svo eftir þetta þessu upprunalegu baráttu pláss á mappinu, segjum bara, heyrðu, okkur tókst þetta, við náðum að berjast fyrir banana og við náðum að tryggja okkur hann, við náðum að tryggja mixið og apartment. Þó þú sett með allt þetta map control, ef þú reynir að executa bara 5 manns inn á A og þeir eru 4 þar, og þú ert samt bara að fara að tapa. Þegar þeir eru bara með fullkomin setups, frábær crossfires, það auðvelt að stöffa þig, það auðvelt að hægja á þér, það auðvelt að splitta þér, svipaða sögu getur þú sagt B-ið, ef þeir eru bara 2, 3, þá geta þeir tekið á móti 4 og 5 manna pussi, þannig að þú þarft að spila þá þessa leiki, þú þarft að ná þessum map-kontróli, þarft að vera með stöffið og taktikinn alltaf ná því, svo þarft að geta teykt á vörninni einhvern veginn. Algjörlega. Þú þarft að geta lurksmóka B til þess að draga einhvern yfir og þú þarft að geta hittað weak-sætið. Já, og svo eins og segir, splitta vörninni á líka við bara beint frá bombsætunum af því að þú getur gert þetta að þú ert að henda kannski smoke CT og þeir ætla að executa B að ef að mennirnir ekki með crossfire línu eins og CT og maðurinn einn fastur inn á B-inu, hann ekki í kirkju eða þar sem hann getur bakkað og spila retake með, að þá hann bara að fara að vera valtaði niður. Oftast það sena, þannig að þú verður að vera með sterkan leikmann á B-inu ef þú ætlar að hafa hann inn á B-inu. Og ég meina, og þetta, þú segir, þetta gæti virka Kano í hag, gæti gert það, en þeir eru á móti sennilega liðinu sem með dýpstu stratbókina í Inferno á landinu. Já. Eina spurningi mín nú Inferno ekki búið að vera mjög heitt map upp á síðkastið eftir að síðast 2 kom út.
Dusty kannski bara farið að fipast smá í Inferno? Eru þeir að fara að lenda í smá vesinni og vera smá riðgæðir hérna á ítalska mappin okkar? Eða eru þeir bara að fara að mæta dominanti leiks? Og Kano sem að eiga síðasta bannið, þeir geta valið á milli þess að setja okkur í, hvað var það? Anubis eða Inferno? Ég held það. Og þeir taka út Anubis. Það gæti verið það því að þeir vilja ekki fara í Anubis sem Dusty eru bara notoriously sterkir á. Eða því að þeir eru búin að preppa Inferno. Og núna fer þetta út í undirbúningin. Bara þú veist hversu undirbúnir eru Kano. Af því að ég held að Kano hafi alla burði inn á server akkurat núna til þess að vinna Dusty ef þeir eru vel undirbúnir. Já, og það líka bara það sem ég að segja, herru strákar, við fórum að vinna Dusty í einhverju mappi, þannig að við erum að horfa á það að sko, þriðja mappið, þetta bara, ég eiginlega veit ekki hvað getur gerst. Við vorum að segja Dusty 2-0 hérna áður en að leikurinn byrjaði, að ég allavega stóð við það, en Kano kom síðan bara og, bara undir ögg. Nei, við erum þetta líka. Stóðu sér fárlega vel. Ég eiginlega veit ekki hvað ég á búast við í Inferno, út af því að ég held svona eiginlega að þeir hafi ekki verið að búast við að fara í Inferno sjálfur, sko. Þannig að Já, hann var að koma skilaboð hérna á skjáin hjá mér, Kano sigra hnífana og það þýðir þá væntanlega að þeir fá að velja hlið. Já. Og við gerum það fastlega ráð fyrir því að Kano sé að fara að byrja CT main. Svona, þeir ætti að gera það, ekki nema að þeir hafi verið með eitthvað ógeðslega undirbúin tíhelming í Inferno í þriðja mappi á móti Dusty sem bara aldrei. Ef þeir voru að setja okkur í Inferno sko, bara út af því að þeir eru búin að skrifa nýja strategibók fyrir mappið, að þá gætu þið pikka TSA tvist, en meiri segja að þá held ég þú viljir fyrst bara, hey, við ætlum að láta ykkur hafa fyrir eins mörgum rándum og mögulegt á fyrir helmingnum og svo skulum við hafa fyrir rándunum. Akkurat. Og þarna erum við komin inn í leik. Það kort númer 3 hér milli Kano og Dusty og vissulega byrja Kano menn á CT hliðinni og Dusty á T hliðinni. Og þá eru það 24 lotur hér í venjulegum leiktíma fyrir annarkvort af þessum liðum til þess að finna sér 13 lotur, ef ekki að þá förum við í framlengingu. Og höfum það MR15 eða MR bara 18 eins og við sáum aðan, það kannski nýjasta nýtt á næstunni, hver veit. En við allavega byrjum á fyrstu 13 rándunum eða 12 rándum á hvoru hliðinni. Edison hérna framalega í þessari, ég ætla að segja lurk/entry stöðu, fyrir eftir hvort þetta fara eiginlega bara, en við sjáum Robs mikið spila þessa stöðu og kemur ekkert á óvart að eitt besta aimið að sjá þessa stöðu. En framalega hérna, en samt ekki búin að taka initiative. Það ennþá Stjáni Guli eitthvað aðeins að kanna þetta inn á B. Þeir eru báðir djúpt inn á B-inu og ég sammála þessu að frekar hann að vera akkurat sundraðir eins og ég nefndi áðan. En Stjáni, hann bara að láta heyri sér og kíkja, en ég held að Kano séu bara búinir að lesa þetta, miða við þetta. Ice Spice finnur reyndar opnun og ef þeir hanga aðeins núna að Dusty, þá gæti þeir fara að efa staðir sjá Kano. Já, en þá kemur Hasarinn, Icy Spicy, lætur finna sig, en engin hreyfing kemur hérna út úr Kano. Þeir kaupa þetta ekki. Edison líka fallinn hér út úr apps og þá það rullu til varnar inn á sæt, búin að finna 1, búin að finna 2. Þá það bara Þorsteinn F á móti dúlunum hérna hjá Topasi. Dúlurnar vinna vinnuna sína og skila Kano fyrsta pistolinu og fyrstu lotunni hérna í þessum leik á Inferno. Stórt kill hjá Nonna að finna hérna Stjána Gula sem var búinn að opna einn á B-inu því að þeir voru á leiðin á B-ið. Ef að hann hefði fallið, þá hefði þeir committað. En þeir hafa sannlega búist við að væri búið að rótita einu manni yfir, þannig að þeir þorðu ekki alveg að negla á það, voru með Edison sem átti að geta opnað hana, byggust ekki við dullunum í bakinu á honum. En já, fyrsta rándi hérna á Kano, það út af því að þeir treysta sínu kóli frekar og þetta akkurat það sem við nefnum þegar við segjum IGL leikin eða bara in-game lítirnir, þetta svo mikið mind game, 4D chess, hvað þú vilt kalla það. Bara þeir eru í svolítið svona bardaga einir og sér, Solo framalega, Solo rullu! Og það bara einn maður eftir, Thor getur ekki gert mikið, Blik sækir 5. killið á MP9-unni og það nóg til í bankanum hjá Kano.
nóg til í bankanum á Kano og við sjáum bros á andlitinu á Kano leikmönnum þarna. Þeir eru að skemmta sér akkurat núna og það er bara hættumerki fyrir Dusty af því að þetta, ef þú tókst eftir í þessari lútu, vissulega ego hjá Dusty og Dusty ekki með stöf til þess að berjast upp á þetta map control á móti, en Kano í þessu rondi, þeir tóku banana, þeir tóku miðjuna og þeir tóku second. Mér langar að henda einni bara brjálaðri pælingu núna út í loftið. Það er heimur þar sem að Kano eliminata Dusty í quarters á vormótinu. Sástu, þarna var árásgirnin sem beit Kano í rassin til svinga 2 second mid og 3. leikmaður úr húsi. Það fer því miður, þá fá þeir bara 1, missa 2. En Solo leitar hér á upplýsingum í banana og það er alveg rétt hjá þér. Það er sturlað að hugsa til þess að Kano geti verið að senda Dusty heim hér í 8 liða úrslitum í vormóti ljósleiðarans ef að áfram heldur eins og er búið að vera að ganga hinga til. Já, og bara, þú veist, ef við horfum á hin liðin, þú veist, Kano var ekki hjá mér í topp 4 af hinu liðunum, en eftir þennan leik, sko, hvernig sem staðan færi, þá myndi ég segja að þeir eru búnir að fara yfir væntingar hjá mér í kvöld, þannig að allt umfram er eiginlega bara plús. Blikk og Ruflu hérna 1-2, þeir eru bara að kanna aðeins, það er voðalega lítið sem hægt er að gera þarna, bomban er komin niður og nokkuð örugg á því að fara í, já, allar áttir. Þeir eru líka bara að læsa þessu, ætla ekkert að leyfa þeim að komast upp með neitt. Stjáni Guðlu og Edison þurrkaðu hérna út og sækja fyrsta rándið fyrir Dusty. Já, veistu, samt, sko, ég ætla að setja spurningamerki þarna bara við ákvörðunina að reyna. Þú er 2-4, þeir eru með smóka fyrir CT, eina leiðin sem þið hafið er að fara gegn kirkju. Þið eru með 2 byssur, þið eru með armor og við vitum hvað Inferno getur verið, sko, hvað getur ófyrirgefandi. Það er gott orð. Af því að ef þú ert ekki með gott efnahagskontról, að þá ertu bara í vesen. Það er ekki nóg að hafa byssur og armor, þú þarft þetta utility. Það er svo mikilvægt í þessu mappi, þetta er rosalega þröngt mapp. Þú sér það ekki í neinu öðru mappi að setja þau bara seifa 5, skilur. Og það hefur alveg gerst, bara í atvinnu leveli er að aðslætti fellur, engin deyr og setja þau bara seifa 5. Þetta mapp spilast... Herðu, bomban, hún er fallin hérna í apartment. Það er rétt hjá þér. Gott spott hérna og Nonni, hann ætlar ekki að gefa það svo öðlega en hann er bara eitt, þannig að það þýðir að einir er að pressa á sig og það getur verið að callið hafi verið bara of þvingað. Þeir fá bara ákveðna pressu, herðu, ég er með bombu en ég er 1. Þannig að kannski aðeins og snöggir á sig þarna, þeir voru með 4 en nú er þetta bara 2-2. Dusty eiga ennþá valmöguleika á að sækja bombuna. Nonni, hann finnur Icy Spicy, Edison hann er að labba í gegnum A og þessi tímasetning virkar fullkomlega fyrir Nonna. Edison býst ekki við honum, þarna myndi ég búast við. Nei, en Þorsteinn líka hérna, svo glittar aðeins í hann, eiginlega bara perfect, en Þorsteinn tekur höfuð á honum, það þýðir að Blikk veit um einn, en hvar er hinn? Lappar hérna áfram, hann er með allt á sér sem hann þarf, kýsa bara henni gegn og það gæti verið rétt að staðan, en Þorsteinn klera þetta samt alltaf. Þetta er samt, sko, þetta heitir að spila ekki latan CS hjá Þorsteinn F. Já, klera allt, já. Þú veist, þetta bara að Blikk sé sko B-megin, núna veit ég ekki hvort að hann hafi heyrt í honum áðan eða annað eða búist við honum þar, en þegar það er búið að líða svona langur tími síðan þá, að búast við honum í Mexiko er klikkað. Það er rétt. Af því hann var líka í rampunum að kíkja aðeins á hann og undan. Já, algjörlega. Hann er líka 30 HP Þorsteinn, þannig að það þurfti ekki mikið til. Einn kúla eða ekki bara rétt mér. En já, sem betur fyrir ekki. Edison var þarna til staðar. Þeir missa bombuna, þetta er á Dusty, en þeir ná að bjarga þessu og halda þessu jöfnu, 2 stendur staðan og í þetta skipti er það mikill halli í áttina B-inu. Ruflu með ekki kannski bestu byssuna, kannski eitthvað skadaði ekki en smóka en þeir eru bara tilbúin í nei, bara betur gegn, bittu, ok. Með flash og smá glundröði þarna, Solo kom að finna einn en hann er síðan spenntur. Það var skemmtilegt, kom með djúpt flash frá CT og púsa einum í kringum smókin og maðurinn á sæti virkjast en skilaði ekki meira heldur en einu fraggi í þetta skiptið en sem koncept mjög áhugavert. Já, ég hati þetta ekki, þeir voru ekki með neitt, það er Susan og Blikk en það er bara ef þetta fer í hinn áttina. Nei, hati þetta ekkert. Ég held þeir myndu bústa en það er að vísu, sko,
þegar ég sé fólk bústa þá einhver með P250 eða usbu og tekur 3. Þegar mér bústað þá verið að halda mér af 3 og það spreyja á manni sem bústaði mér. Þannig að ég hata ekkert að menn hoppi frekar út úr smóknum á 2 stöðum heldur en að vera í einni beinni línu. Líka með súsin hann pressa og býtu einhvern veginn lifir hann ennþá. Hvernig lifir hann svo lengi AD-dansinn og klottið á blikk þarna? Hann gæti ekkert gert þetta nema bara svona aðeins vera svona sína sig. Ég veistu, hann fekk það sem hann vildi, bara súsin. Hann skemmti sig vel þarna á nokkuð ljóst. Ég bara, hann lifir í einhverja 5 sekúndur að AD fyrir fram á 2 að spreyja hann, halda hann á hníf. Hann rækleika ekki eins og hann hefði alveg getað gert það. Já, hann hefði mögulega getað gert það. En þetta var eitthvað gott samba þarna og bara svona njóta þess að hafa fengið þetta súskinn. En þá eru komin vopn aftur í hendurnar á Kano en það er ekki fullt belti á öllum. Það vitum við að getur stundum verið hættumerki hér í Inferno. Sérstaklega ef að Dusty draga tíma niður sem að búið að vera svona, já, þegar hinga til, en hinga til segi út af því að þeir virðast vera aðeins sneggri núna. Það gæti verið að besta sem að Kano vonast eftir. Þeir eru enda búin að senda mann hérna út á miðinni gegnum smókinn. Þeir búið ekki en það skiptir ekki máli því að þeir eru komnir inn á sætið. Bomba fyrir niður, allir hinir 3 bara búin að henda þeim af sætinu án þess að þeir vissu að þeir fóru ætlaði að gera eitthvað play gegnum smókinn á miðinni. En nei, það er bara að lappa á móti þeim. Stjáni Guli núna hérna með app sem virðist vera aðalstaðan því að þar koma 2 menn. Rufflu og Blikk, ekki kannski besta staðan. Býttu, að greiða geiga! Það er búið að breyta mappinu, mátt ekki gleyma því. Og býttu Rufflu fær þetta fragg gefins og vel trade-killa þarna frá Edison, Icy Spicy og Vesen. En þetta frá Blikk var nóg. Nei, kannski. Hann var með kitt, eða ekki? Hann sótti þarna upp í A. Hann gat kannski hoppa niður, ég kenna hann ekki að hafa hlaupi í burtu, ég held að það hafi verið upp á millisekúndu, já. Af því að líka, hann náði kittinu, hann kannski var ekki svona búist í því. Svo var þetta svona, hei, ég næ bara annarkvort að hlaupa eða stikka, ég næ ekki að taka mér ákvörðun, ég skil þetta alveg, en... Þú veist, þetta þýðir að Ice Spicy gerði bara akkurat nóg þarna. Náttúrulega ekki frábært fyrir Dusty að missa alla byssurnar og missa alla leikminn og allt það. Það er frekar hérna... Þeir Dusty vinna, þeir plöntuðu bombunni. Ég veit það, en þeir tapa samt allir byssunum sínum. Já. Það hefur neyra alveg í smá vissunni hjá þeim og aðeins aftar en hann gæti verið. En það er samt ekki slæmt og efnarinn hjá Kano sem eru hér í spari, en það er Topaz sem er búinn að finna einn með stiklunni, Pressi búinn að finna einn Kano-mönnum og Bóti Blikk, hann er einhvern veginn komin þarna ofan í undirgöng. Hann er svo skemmtilegur leikmaður, það er bara sús. Þetta minnir mig á Viktor hérna í leikjörðum á milli Ármanns og Sögu sem var einhvern veginn alltaf komin í einhverja rugglaða stöðu en því að bara sleppa ekki tvöfaldvarp. Og þetta var dregin fæt á miðjunni og Topaz með pressa líka. Topaz að gera vel í þessum valdum hér. Já, meira var það ekki, bomba fyrir niður. Það eru 2 menn low, já. Þetta er alveg doable. Já, þú ert alltaf að fara að skoða kannamálið og ég hata það ekkert. Nú eru allir lágir, Topaz, þeir vita líka hvað hann er bara út frá hljóðinu. Þorsteinn kóla það út, hvað þá koma skotirna fljúandi gegn. Þeir eru allir lágir. Ég veit ekki hvort að hann viti það, en hann getur ekkert verið að reyna þetta núna upp á bombu að gera. En 1 kill í viðbót, það væri bara geggjað. Jafnvel sækja byssu. Sannlega ólíklegt að hann komist í byssu. Já. Ég horfði svona ef einhver myndi fara á mótunum. Já. En hann kýs fyrir ekki að bakka þarna og hafa mest HP mannin í þessu fæti. Koma þeim bara í burtu og þeir eru komið 5 round núna. Já, 5-2 hérna og munum það. Dusty eru að byrja hér á T-hliðinni og T-hliðin, alveg eins og Nuke, getur bara sagst vera mjög sátt með 5 round hér. Bara, þú veist, það er yfir væntingum. Þú myndir búast við 4, kannski, það er að vera á pari, en þetta er bara eins og þeir hafi skellt í 1 laufleitan birdie og ennþá með möguleika á Erni hér, Dusty menn. Fyrir golfarna sem getur verið að horfa, sko. Jafnvel bara með þessu áframhaldi henda í 1 stykki Albatross. Það er no my golf, sko. Já, það er þetta frisbeegolfi á mér, sko. Það er sömur leikreglur, en...
En þetta svona, þú veist, Dusty bara búin að tryggja góðan hálfleik fyrir sig og núna það svolítið kanómein að bjarga sitt í hálfleiknum sínum. Þeir vilja helst bara klára þetta 7-5 svo þeir séu að koma með forskot og einhvern buffer yfir á tilhliðina hjá sér. Af því að Dusty alltaf að fara að gera skaða City megin, bara með því að halda. Þannig að já, 5 ránd, það alveg rétt sér. Þeir vita hvað geta gert City megin, bara verandi með markatrótt, þeir munu alltaf bæta. Tópas! What? How? Geggjaða awareness þarna, hann vissi að þeir væri að fara að pússa út Boiler beint eftir hennar molla, hann stoppar í mollanum, beygir sig niður, ristar á sér raskinnana þar og straujar 2 þarna út Boiler og það bara Edison eftir hérna og það nákvæmlega þetta sem að Kano þurfa að gera ef þeir ætla að vinna sig aftur inn í þennan leik. Solo spila þetta perfect, bara utility, spila fyrir info, hann hann sækir auka mann núna, setur upp í aðeins þykkari stöðu núna, en þeir hafa líka map-kontrólið út frá þessu info til að vera þrengri, Blikk komið framalega með línu og spottar hann, þá geta þeir þrengt ennþá meira mappinu sem við sjáum gerast hérna Banana í vinstri toppliðin hjá okkur, það Solo og Rufflu sem að pússa út frá þessu og þetta gerast ennþá meira bara út frá infoi, Edison veit það kannski ekki en það verið að þrengjast á honum. Hann býst við því, þetta er ekki fyrst í síðast leikurinn. Nei, kannski ekki. Það er svona eitt af því sem að lærir tiltölulega snemma að ekki gera ráð fyrir því að andstæðingarnir séu bottar. Gerðu ráð fyrir þessu sniðugir spilarar og þeir taki öll tækifæri sem þú gefur þeim. En þeir elta núna Edison niður og reyna að ná honum hérna eftir tíman en hann kominn í öryggið á T-spawn. Sama og segir þarna kannski ekki að gera ráð fyrir að þessi leikmenn séu á sama leveli og ég. Menn að Edison á smá eftir til að koma það mér. Svipaði leikstíl samt Svipaði leikstíl sko. Hann á alveg séns. Hann á alveg séns sko. Ég samt sko, Edison, hann náttúrulega búinn að, sko, það svo mikil reynsla hjá honum. En hann var alltaf þessi hard hitter, frá byrjun til enda. En náttúrulega bara allt sem hann hefur farið í gegnum núna, það bara byggir ofan á reynsluna sem hann sko. En ég hef alltaf verið hlynntur af þessu, bara með og skjóta því að maður að sjá, sko, maður að sjá hérna, hvað heitir hann aftur? Sontix hérna í Spirit. Hver rökin fyrir að spreyja svona mikið á body? Þetta því að það bara einfaldara eða? Örugglega, það aim punch og annað líka, skilur við. Já, ég nefnilega verið að svona horfa, ætti maður að fara eitthvað að breyta og ég miða bara á haus. Gef mér A1S, skiptir ekki máli, ég miða bara á haus. Ég svo vanur þessu. Ég held að þetta snúist svolítið bara, þú þarft að vera með bæði sko, í vopnabúrniðinu en í ákveðnum aðstæðum, eins og til dæmis þú ert að taka á móti mörgum sem að rössa þig, að þá örugglega betra fyrir þig að byrja spreyið í magahæð og korrekta minna niður í staðinn fyrir að byrja það í hausæð og þá mögulega geiga kannski 2-3 skotum sem nóg til þess að þú fattar. Það fá þið bara í coach-slotti mitt næstir í Take Face-it leik sko. Eða bara með mér í leik kannski, við tökum bara kasturinn í leik eftir úrslitin eða eitthvað. Já, einhvern tímann, það kemur að því. Færið að sjá sko, allir sem spilar eiga séns á að komast á mitt. Já, það róleg sko. En það róleg byrjun á þessu randi, við erum komið niður í 1,5 mínúti eftir og engin hasar hingað til. Dusty menn bara hægt og rólega núna að vinna sig upp í gegnum apps og að ná mix control. Sáum flassið fara þarna í apartment, smóka hérna long og núna þeir komin við mixið. Þá fer að mæða svolítið á kanónunum að ná í upplýsingar B og það nákvæmlega það sem að gerast þarna, Rufflu með djúpan molla, sjá hvort að þeir fá einhverja hreyfingu. En á sama tíma Icy Spicy, hann á nú ekki að vinna þetta á móti Tópas. Nonni átti líka sennilega að gera betra en Blikk einhvern veginn í frábæri stöðu þetta. Takka líka Edison. Hann átti ekki að koma svona langt upp með þetta en hann gerir gott en þetta var bara perfect spila hjá Dusty, þrengdu að þeim þarna án þess að gefa info fyrir hann bara síðustu sekundu og Þorsteinn með closerinn hérna, 2 hausar og já, flugmiði beint út, það bara svoleiðis. Sko, þetta round var geggjað að horfa á mínimapnu. Já, ég var þar sko. Þetta var alveg bara svona gul Dusty lína sem bara svona færðist á sama hraða upp alla miðjuna og svo kemur bara mixtekið
og svo kemur execute. Það eins og eftir svona að grípa síli sem alveg í Já. fjörn. Það virkar ekkert bara hratt, sko. Nei. Það bara, þú verður fyrst að svona, hei, ég bara umhverfið þitt. Sko, ég verð samt að segja að þarna fannst mér B-leikmenn Kano ekki gera nóg. Þeir voru ekki nógu fljótir að fara í infoplayið, þeir kíktu ekki með mollanum. Akkurat. Þannig að það var í rauninni lítið sem var hægt að gera til þess að svara þessu playi hjá Dusty. En núna allt annað upp á teningnum. Þeir eiga banana og við erum með Kanomenn í framalegu stöðu hérna. Blik búinn að finna 1 með XM-inu en Stjáni Guli finnur 2 á móti. Núna þarf hann einhvern veginn að komast út. Solo búinn að finna Edison í banana og það bara Nonni hér sem að taka á móti þessu pussi. Finnur 1, búinn að finna Stjána Gula líka og þá það bara Þorsteinn F. Fá kúlur eftir núna, verður að vanda sig það sem eftir stendur galopin, þurfti að hitta en Þorsteinn gerir það sama, spottar hérna Solo en hann líka búinn að klára kúlunar og rufflus sprayjar inn út frá því, það info á síðasta, Mollin tengir ekki, býttu nei, þetta geti að verið honum til, nei, hann svo lár Solo, hann verður að negla þetta, en Þorsteinn býttu, hann fyrir hann í mollan sinn. Nei, það allt og mikið í gangi þarna, þetta ömurlegt rán til að tapa þarna. En hann átti ekki að koma svona langt með það heldur. Nei. Hann gerði gott úr þessar stöðu en þetta var allt og chaotic eins og segir að Inferno getur orðið. Ég get samt lofaði því að, þú veist, við horfum á þetta og segjum, wow, ok, ég meina Þorsteinn hafði aldrei neitt erindi að einu sinni ná því sem hann náði á þessum tímpúti. Það koma þessu í 1 á 1 og gera þetta tæft. Ég get lofaði því, haustum á Þorsteinn F akkurat núna, að þá hann bara, ég átti aldrei að tapa þessu. Veist, það mentalityð, hann hugsa bara ég átti aldrei að tapa þessu, ég var búinn að gera allt sem ég þurfti að gera til þess að koma sér 1 á 1 og þú veist, hann viffar mollanum, það eru mistök sem eru bara ófyrirgefanleg í hausnum á manni, hann stígur þetta eina auka skref inn í mollan, deyri í sínum eigin molla, summit 1G moment, skilurðu, þetta þeir taka time out hérna og ég virði það af því að ef þú ert keppnismæður eins og Þorsteinn F í þessum aðstæðum, þá þarft þú moment núna til að taka nokkra djúpa andadrætti og bara komast út úr hausnum þar. Já, algjörlega. Og ég held að sé bara engin betri maður í það jobb heldur en hann. Hann með 10 kill, ég meina, íttu bara að tap og líðu ekki bara strax betur. Og ert efstur á scoreboard á server, ekki láta þetta ránd búið. Það ekkert að bara hjálpa þér að hugsa mikið út í þetta, en mér fannst þetta rétt spila þarna hjá Rufflu að strauja út smókin af því að hann ætlaði frekar að vera með Solo í þessu. Solo samt kannski kom ekki ykkur tengingarna eða kom sinn ekki bara verið með, kannski ekki verið með stöðuna svo alveg niður drillaða en það var rétt play en bara Þorsteinn hann með crossirinn á réttu stað, beint í hausinn þarna á Rufflu og já. Núna Spar, Dusty Main, staðan 6-4 og Kano eru bara á góðri vegferð í að jafna þennan hálfleik og setja þetta í 6-6 áður en að skipta hlið. Við sjáum sama upp á teningnum hérna og í pistolrondinu hjá Dusty. Kemur seint flash á banana og Rufflu þar í vesinni og þessar tekkur bara moppa upp Rufflu og Solo mjög snögglega. Það nefnilega málið, réttur maður á réttur stað, Blik, hann með mollananda niðri, búinn að kveikið þeim eiginlega öllum, finna 2 frögg og það samt sem áður 2 á 2 hérna í þessu retaki. Grena gerði gott mót, Hæsi Spæsi tæpur á að fá þessu skot þarna. Og minnir á var það ekki Viktor sagður að hafi verið svona maður sem hefði alltaf komið sér í skrýtnar stöður. Já. Blik, hvað hann að gera á B þarna bara djúpt eftir að 2 menn falla? Hann bara á réttur stað líka alltaf sko. Það bara þannig að Þorsteinn F, hann bara fullkomlega staðsettur þarna. Reynslubolti, já, algjörlega. Bara... Ég að segja, Kano sem leit út fyrir að vera bara á frábæru peysi, sérstaklega með byrjunum á þessari lotu, að vera að taka þessi síðustu 2 round. Tapa hérna á móti Spari hjá Dusty sem setur þetta í 7-4 og setur þá á hálfkupp. Þannig að við erum mögulega að horfa á 8-4 hálfleikina Dusty vil á T-hliðinni í Inferno sem að verður bara að segjast að eiginlega stórslis fyrir Kano. Ég finnst eiginlega Kano eru, ef þeir strengja saman rándum, þá verður þær betri. Það eins og séu svona að levela upp með hverju skipti þar. En leið og búið að vinna ránd á mótin, þá þurfa þær að resetta. Og bara, þeir eru mjög mikið að spila út frá momentum finnst mér, bara að vera svona réttast orð til að lýsa því, en ekki beint bestu kaupin núna, það 1 ránd eftir, að vísu, jú, þannig að þetta bara fullt kaup, en
Já, þeir ætla bara að kaupa út. Já, ekki gott upp á utility á kannski við frekar. Nei, og ég tek eftir því að það eru $450 á solo en ekkert kit. Vonandi fyrir hann ekki deffa. Já, vonandi kemur það ekki og býtur þá í afturöndan. En þá kemur B-executið, það er solo og rullu til varnar. Solo var búinn að finna einn með skátunum, finnur ekki meira í þessu pussi og núna er B-sætið fallið. Þetta er erfitt retake við kjöraðstæður og þetta er ennþá erfiðara þegar þú ert að díla við kaup á móti spari. En boostið kemur þarna upp og Lik spottar einn þarna í dark. Rullu svingar Nonni, hann var ekki nógu þétt á eftir honum þarna. Það má ekki taka þetta bíl. Sérstaklega ekki þegar þú ert að spila á móti Dusty upp á leikinn til að henda þeim út úr mótinu. Þá máttu bara ekki gefa þeim sénsinn á að fá 2 aðskilda bardaga. Nonni verður bara að vera límdur við hliðina á liðsfélaginu sínum þarna. Já, þetta var ekki snirtilegt þarna. Þetta var, þú veist, mér fannst þeir allir vera rægir í þessu retake. Já. Á meðan að þegar við höfum séð þessi round, þessi sko snildar augnablik út úr Kano í kvöld, þá hefur það komið þegar þeir eru með kjark, þegar þeir fara saman, þeir fara út með kassan. Þetta eru þessi round í train, þegar þeir strauja út til hægri í twistin. Þetta eru roundin í Nuke, þegar þeir taka decisive köll og outplaya Dusty, bara yfirspila þá. En það er bara ekki búið að vera hérna í Inferno. Nei, svo líka bara eins og í þessu retake að þeir eru að bara mánta boosti í 2 skipti. Ég meina í seinna skipti þá var það bara gefið hvað infóð er en straujað hérna á það er hratt. Þetta sáum við kann að gera mikið í train og það virkaði fyrir þá. Virkar það núna? Nonni og Blikk með sikkert fraggið. Nonni þriðja og það er allavega sætið. Nú 2 menn eftir, báðir með armor. Það er Edison og Icy Spicy. 2 efstir hjá Dusty, nú langefsti eini eftir. 1v1. Nonni hérna með skemmtilega stöðu. Spurning hvort að Icy Spicy pistolunum þarna gerir það ekki, en Nonni tengir ekki skotunum. Gerir það hins vegar núna og vinnur þetta mikilvæga pistolina fyrir Kano. Ég hefði farið langleiðina með að segja að þessi leikur væri búinn fyrir Kano og þeir tapaði þessu pistolundi, en þetta breytir stöðunni umtalsvert. Við gætum séð spar hérna í annari lotu frá Dusty og þá séð Kano koma þessi 2 lotumun. Þetta er bara nokkuð ágætt kaup verði að segja hjá Kano svona með við hvað þeir prioritisa utility það því að ég segi það aftur, ég meina þeir eru á móti Ego, já. Stjáni Guðli er ekki með byssu. Og hann var grenaði niður og Blikk þarna með grenu og 2 riflakill líka. Þetta var bara, vel sópað saman og ég ætla að benda á því. Dusty forsuðu á móti Kano í öðru raundi á train. Þeir forsuðu á móti Kano í öðru raundi á Nuke. Þeir forsuðu ekki núna. Sem segir mér að Dusty er að bera virðingu fyrir Kano. Það er sigur bara sér fyrir Kano og nei, það er líka góð punktur. Ég menna það getur líka þýtt bara að þeir séu ekki með sama svona confidence eiginlega bara. Það er ekki gott í sérstaklega Counter-Strike. Mér finnst það eiginlega bara að vera með mikilvægur hlutunum og Kano núna 2 rándum frá en það er búið að vera svolítið þeman í kvöld. Nú sikkvort fraggið hérna, Tobas fær reyndar 2 og það er yfir á A-inu, það er í app, þannig að nú verða þeir að fara að huga því að dreifa úr sér. Edison kýs frekar að fara í gegn og sækja sér infóð en hann fær einhvern veginn þetta eina kill. Nú er þetta bara multifrag eða done. Jæja, Pressi, hann er fundir hann í gegnum smókinn frá Blikk. Það var óráðulegt að fara í annað sving þarna og þá er það bara Þorsteinn F 1 á móti 3. Ég efast að hann sé að fara að reyna í þetta. Þetta er fyrsta gunrúndi. Það er mikilvægt og gott að vera með hann M4 inn í næstu lotu. En Kanomenn, þeir fara bara með bombuna þarna, planta yfirvegað og koma sér í 7 lotur. Það minnkar munin niður í 1 og mikið rosalega erum við að fá fáránlega skemmtilega seríu og close seríu sem er búin að fara fram og tilbaka og sveiflast bara milli beggja liða. Við segja aftur, það er ennþá heimur þar sem að Kano eliminata Dusty í quarters. Já. Og þú veist, ef ég var að segja Þór eða Ármann, sure. En Kano, mér finnst það er svona, það er minna nafn.
held ég sé hægt að segja það ekki. Jú, sko, við getum sagt það svona. Ef að Kano sparka Dusty út úr vonmóti ljóslegarans hérna, að þá eru Kano að stimpla sig ansi fast inn í það að vera topp 4 liðum. Já, ég bara, minnst það geggjaði, sko, þeir geta púsað upp á helling. Það fer ekki milli mála. En það er líka bara gott, vitandi að þú hefur ennþá meira til að beturbæta. Og þú ert að gera svona góða hluti. Við erum búin að sjá ótrúlega flotta setji helming hjá þeim í báðum uppum, eða svona meira en ekki. Geta þeir gert það saman núna, því að í þetta, þriðja mappi þá er það svolítið mikilvægt. Veistu hverju, ég er líka að taka eftir þetta. Brengið. Blik er sko 14-10 núna, hann var yfir 30 frökk í síðasta mappi. Sko, hvað er hámarkið sem að þessi drengur getur farið? Það er spurningin mín. Af því að ef hann er að spila svona núna, þú veist, hvað er hann að fara að snjóbolta þessari reynslu frá Mouse Next í mikið dominans á Íslandi? Nefnilega, af því að hann er að spila á móti Dusty og hann er að dropa 30 bombum. Ég meina, já, það er rétt, það er bara, já. Og hann er að gera það brosandi. Það er scary, sko. Bara að gera það bara chillandi, sko. Menna, veist, hann er bara að hlaupa í gegnum Smóka og hoppa í Mexiko og hann er samt bara efstur á serverinu. Hann gerði fyrir þetta. Það er bara fyrir ekki milli mála. Blik and you'll miss it. Það varstu bara döður. Edison hérna, hann er með góða stöðu og hann er með ennþá betri byssu í svona stöðu í dag virðist vera. 500 kallaði ekki, skiptir ekki máli. Hún er bara allt og góð. Hvað þá þau ert með svona, skittu eins og Edison. Þannig að ég held að þetta sé alltaf bara að vera eitt fragg og lengi sem að hann dettir ekki bara niður þarna eitthvað. En það er ding og treyt á milli. Þeir stoppa bara þarna, Blik eitthvað aðeins að hingra þarna. Já, ég dingaði en Randi er það í gangi. Þeir maður halda fókus. Við beita plantið þarna. Það er Stjáni Guli og Pressi sem eru tveir hérna á móti Blik og Ruflu. Blik ansi lágur, bara með 15 í líf. Pressi í séunu, Stjáni Guli fyrir utan kirkju og Blik gerir vel þarna, bakka bara inn í bananan, allar að skilja eftir hérna smá pláss á milli sín og bombunar. Þessi reykur ekki alveg eins góður held ég og Dustin hefði viljað og Pressi reynir þarna að lurka í gegnum hann á Blik. Perfekt. Þetta er maður sem fylgst með mappinu, þetta er maður sem að, hann spreyjar í gegnum smókin út frá infónu sem að Ruflu fær inn á sætinu. Hann ætlar ekki að gefa hann sjens á því að koma sér, hann bara, nei, ég bara læt kúlurnar flakka. Treysti á, ég hati þetta ekki, ég elska þetta eiginlega bara. Nei, og það er 8-8 og jafnir leikar. Og ef þú horfir á hérna hvernig seinni hálfleikurinn er búinn að spilast, að þá er Kano búinn að taka 4 T-round í röð. Já, svo er það. Og núna, það var að vísu pistol og svo spar og svo 1 gun round og svo spar. En núna erum við að horfa á alvöru gun round hérna hjá Dusty. Þeir eru með vappa, þeir eru með allt til. Hvað geta þeir fengið þegar það kemur á map-controlli? Með djúpa stöðu hérna en Blik, hann er hugmynd ennþá, þeir vita að hann getur verið þarna. Solo og Ruflu, bara búinn að finna 2. Og ég sem held að býttu þeir viti ekki að Blik út af því að þeir molluðu þetta áðan en dreifði sig ekki allarleið yfir. Hópast með Þorstein F út úr apps. Og bara sama þó að Blik sem er að falla í banana þá breytir því samt ekki að þeir eru komin í 4 á 2 stöðu. Þeir eiga A-sætin sem er einn erfiðasti sæti í leiknum til þess að retaka og Dusty-liðar eru fastir hinum inn á mappinu. Þetta er bara Kano round og spar hjá Dusty. 9-8. Ég væri mjög mikið til að heyra hvað ég var að ræða núna strákarnir inni á Dusty því að Kano var að taka fram úr þeim í 3. mappi og það er fyrsta skipti sem að þeir hafa yfiröndið ekki rétt mér. Nema að við förum alla leið aftur yfir í train sem að er ekki einu sinni held ég að hafi verið þar. Nei, ég meina þeir voru náttúrulega með fórskotið á einhverjum tímapunktum í Núk. Já, en svona við horfum á leikiseriuna í heild sinni. Já, það er ekki oft sem að Kano er búin að leiða hinga til. Og þeir átta sig á því. Þeir átta sig á því að þeir get ekki leyft Dusty að halda þessum vopnum hérna óáreyndum. Þannig að þeir eru að pressa, þeir eru að reyna að hlipsa þessar byssur af þeim og þeir ná að finna eina. Það er bara ein byssa sem sparast inn í næstu lotu og ef þú horfir á peningin á Dusty, hann er í ruglinu. 3600, 3500, 4000, 3800 og 4300. Þetta er ekki nóg til þess að taka kaup í Inferno. Nei, lítill sigur þarna að finna akkurat 1 af 2 byssunum. Það er bara seri on top og já, eins og ég segi, 9. rándi núna fyrir Kano og þeir eru að leiða
þennan leik og leikjaseríu núna. Bara, manstu því ég sagði því að mér finnst þess að Kano hafi ekki verið með kassan úti og sjálfstöðstíð í Inferno. Já. Það búið að breytast. Já. Það bara, sjáðu þetta sem að gerast akkur núna. Blick, hann komin svo langt fram hjá Edison að hann ekki einu sinni, hann ekki einu sinni sama postnúmeri lengur. Nei. Hann svo öruggur, hann mættur bara í Árbæinn áður en að átta sig á því að hann fór fram hjá Edison. Hann að vera óþolandi og reyna að tefja frekar heldur en að fá killin leit bara út fyrir að vera en dugar ekki til pressi 1 núna á 3, svolítið erfitt en það bara hárrétt hjá þeir að spila með kassan úti og já, bomban fer niður hann 1 á 2, ég held hann megi bara ekki við að reyna þetta þeir eru búin að smóka hann út, þeir vita nákvæmlega hvað hann allt og langur tími í rotate, þeir eru með auka smók hann verður bara bakk út, ég held að sé ekkert fyrir hann hér 10. rándi fyrir Kano á móti Dusty í 3. mappi Inferno og Blick bara bakkar orðið þínu upp þarna með því að strauja með akkurat kassan úti framhjá Edison já og þeir fá sæti. Þorsteinn reynir að gera þetta var að vísu ekki bestu kaupin hjá þeim en þeir áttu að geta svarað þessu. Þeir eru með byssur í næsta rándi núna en það er eiginlega bara allt á því kaupi. Það er bara allt á því kaupi. Það er bara vissulega rétt. Við erum að tala um það að Kano eru núna komnir með 10 lotur og það er ekkert lát á pressunni frá þeim. Búnir að byggja upp banka, 9.000 á Rufflu, 9.500 á Nonna, 8.000 á Blick, Solo bara 1750 en það er nóg á öllum öðrum leikmönnum til þess að þeir geti bara keypt langleiðina út þennan leik. Annað upp á teningnum Dusty megin, ekki mikið eftir í bankanum og þetta er svolítið svona do or die lota fyrir þá. Þeir þurfa að vinna þetta, annars eru Kano komin í 11 og Dusty líklega að spara. Þorsteinn að píka með vappanum, Preston droppar á hann vappa í þessu rándi, tekur línuna en hann er bara þurrkaður út, það er að fyrsta sem að gera. Hann átti að vera opnunin en þetta er akkurat það sem ég segi með utility map og þeir sína hérna, Rufflu er einu skref á undan og hann tekur vappan bara í kjölfarið. Þetta eru 3 kills í gunrándi og Dusty eru farnir í bara spar eftir þetta. Verður einhver peningur eftir en ég held að Dusty voru með sem er 3 á B. Þeir tapa samt sætinu með 1 frögg. Nei, með 0 frögg. Solo var að falla núna móti Stjána Gula þegar hann er að hönda. Þetta er ótrúlega frammistaða hérna hjá Kano. Það bara verður að segjast og Blick búin að finna Stjána Gula þarna og finnur ekki Icy Spicy en Icy Spicy er að loka fundin. Engin vopn fá að fara inn í næstu lotu hérna og það er tæpur peningurinn. Jú, ágætiskaup á öllum nema Edison Þorsteinn F gæti farið í vappan ef hann svo kýs en kýs frekar að fara í riffilinn með fullt belti af stöffi. Kano eru 11-8 í mappi 3. Ég veit það. Og málið er nefnilega að þeir líta betur út núna. Sko, Dusty þurfa að gera eitthvað stórt til að stöðva það held ég líka, sko. Það eru veikleikar beggja megin í liðunum en ekkert eitthvað Kano eru bara með þetta. Þeir eru að vísu núna gefa B-kontróli. Þetta er fyrsta skipti í smá tíma sem að Dusty actually bara fá bananakontróli. Segi ég! Þeir halda línunni! Þetta var hugsað út hjá þeim. Gefum banana, höldum bara línunni neðst niðri. Einn maður komin inn á, Þorsteinn að reyna að taka til sínar eigin hendur og spilar ekki rítekið. Hann fer djúpt inn á, Nonni mun falla, en seinni maðurinn. Já! Og hann er búinn að opna rándið sem möguleika, en ég veit bara ekki hvort þeir hafa efni á þessu. Þetta bara Þorsteinn er í ómögulegu stöðu þetta. Hann er í stöðu þar sem hann verður eiginlega að finna 3. Hann gerir ótrúlega vel, finnur 2, en hvort það sé nóg og það er bara spurningin. Já, Icy Spicy jafnar hérna í liðum. Þeir eru 2 á 2 akkurat núna. Topaz og Solo geta komið Kano einni lotu frá því að henda Dusty út í 8-liða úrslitum hérna í vormóti ljósleiðarans. Kano þurfa að pussa út því að þeir veit ekki að þeir hafa ekki bæði innbúinn og þetta er svo smúð hjá honum. Finna Icy Spicy, Stjáni Guli tappar bombuna, reynir að leita einhverja aggressunni en það er Solo sem kemur þar sem hann er ekki að horfa. Staðan er 12-8, Dusty eru með 0 lotur í 70 hálfleiknum sínum á Nuke. Kano hins vegar búin að vera algjörir bara valtarar hérna. Hvað er þetta mörg ránd í röð? Þetta eru 3, þetta eru 6, þetta eru 8 ránd í röð hjá Kano. Getum við fengið scoreboardið aðeins upp? Mér langar að sjá hvað þið tókum mörg í röð til að loka seinni hálfleik. Þetta er galið. Dusty er að fara út í quarterfinal, sjá okkur. Já, ef að Vormót
Jó, það gæti gerst núna. Þeir eru á hálfkaupi. Og þetta ekki, eins og ég er búinn að segja, 2 round frá því að já, þeir munu fara með þetta í overtime. Nei, það er 4 round og þetta er ekki 4 auðveld round. Þeir eru með öðvöld kaup. Hann opnar þetta. Ok, þeir eru með Þorsteinn. Hann er búinn að finna 3, Þorsteinn F. Hvað hann þarf að vera stjarnan þeirra akkurat núna. Stjáni Guli búinn að finna Nonna líka, en það er bara 1 leikmaður eftir Tópas, 1 á 4, ólíklegt að ná einhverju upp úr þessu. En við sjáum Dusty leikmennina, þeir eru að pússa niður banana, þeir eru að reyna að koma sér nær þessum byssum, þeir vilja ekki taka þessar MP9 með sér í fleiri round. Og þetta er bara rétt kóljaði með Stjáni Guli spottar líka Tópas, þannig að þeir eru með info og já, núna sjáum við byssurna breytast hjá Dusty og það er bara gott. Plantið ekki niður og Icy Spicy heyrir hann ekki stikka plantið, þannig að hann grípur byssuna strax upp þarna og er tilbúinn, þannig að þeir eru aðeins vaknaðir hjá Dusty. Aðeins, já. Gekkju tímasetning á þessu flasti. Þorsteinn bjóð til þetta round fyrir þá, alveg svo Pressi bjóð til 2 round í Train, alveg svo Edison bjóð til 3, 4, 15 round eða eitthvað í Nuke. Þorsteinn átti þetta round einn á sér. Hann gat tekið bombuplantið þarna áðan, fengið 3 kill eins og sagðir. Hann gerði bara setna roundi, ok, við erum ennþá lifandi, en 3 round. Og það er bara til að koma þær í overtime. Já, 3 round til þess að setja okkur hér í framlengingu. Það má ekkert út að bregða hér hjá Dusty. Þeir þurfa að vera fullkomnir. Það sem eftir er að þessum leik. Og það getur reynst erfitt á móti Kano-liði sem er á þvílíkri siglingu. Þetta var að enda 8 lotu winstreak í röð hjá Kano-megin þessi lota og til þess að fá hana þá þurfti Þorsteinn F að spila off-angle og fá 3 kill. Map og match point hjá Kano. Eitthvað sem ég bjóst við að segja fyrirfram hér í þessar útsendingu. Við vorum báðir búin að segja 2-0, 2-1 var ekki eins og nema bara einhver hugmynd út í kosmosinu hjá mér. Nú er ég sé Kano bara líta betur út hérna í Inferno og það er mikið sagt. Þeir eru tilbúinir þetta með sterkt á sjálftinu og Edison og Þorsteinn sína það hér. Nú 2 eftir hjá Kano og þetta gæti verið til þess að róist aðeins í seglunni, já, vindurinn í seglunni hjá Kano. Þetta má ekki stöðva og alveg svo segir að þeir verða að spila með kassan úti þó svo að það sé bara 1 round eftir. Þeir mega ekki gefa Dusty of mikið advantage núna. Keira hérna inn, ná ekki að treyta hvort annað og þá sjáum við allt svona falla Dusty hagægilega frekar. Nú eru þeir farnir að líta aðeins betur út. Já, þetta var ekki alveg nógu þétt þarna hjá Kano. Blikk var aðeins of langt frá Rufflu þegar hann fær fætinn. Óþægilegt líka einhvern veginn akkurat þegar Rufflu svingar þá er Icy Spicy að droppa. Tímasetningar spiluðu ekki með Kano þarna hefði geta orðið mjög snögglega, mjög vandræðilegt fyrir Dusty. Þau missa báða leikmennina á B og þurfa að taka þetta tilbaka 2-2 en vörðin heldur, Dusty finna 10. lótuna sína, eru núna 2 á eftir Kano. Kano núna á síðasta kaupinu sínu líka, allavega góða kaupinu sínu, ef þeir tapa þessu þá þurfa þeir að spara 1. Djúb neitt þarna, yfir 100 HP bara út frá henni og Edison með meiri skaða hérna á Blikk. Þannig að nú líta menn verra út á T-hliðinni. Vita samt ekki, en það virðist samt vera bara full commit á B og það er rétt að kóli. Það eru ennþá bara 2 menn. Rotate kom aldrei fyrir en núna Icy Spicy kemur en hann er seinn. Og þetta er þeir að koma sér mögulega í semifinals eða undan úrslit með þessu planti. Núna 4 á 3 gegnum smókin. Þeir eru 4 á 3 eins og þú segir. Pressi hérna að reyna að fá grenuna, getur eina grenu tilbaka, hann er lár núna. Þorsteinn F er lár. Stjáni Guli eini sem er með fullt líf. Og þá er retake, bomban er tikkuð niður, sittur á halva leið, Anna Molly kemur, þetta mun tefja þá þó nokkra sekundur, en grenan finnur Nonna, en það er Rufflu og Tópas sem takur Stjána Gula og pressa, það er bara Þorsteinn F sem er 1 eftir með 18 í líf á móti 3 leikmönnum Kano. Kano sparka Dusty út úr vormóti ljóslegarans og á móti öllum líkum, á móti öllum spádómum, tryggja sér sæti í undanúrslitunum hér. Á móti annarkvort Þór eða hjólin á enska. Hver hefði spáð þessu? Enginn! Kano, þvílík frammistaða! Frontable bicep á Tópas í lokin, enda á hann það skilið. Most muscular, það er bara næst. Þetta var svaka leikur hjá Kano og Dusty. Ég ætla ekki að taka neitt af þeim, en Kano áttu
aldrei að fara með þetta svona langt. Hvað þá? Henda Dusty út, þeir að fara að missa Þorstein. Hvað þýðir þetta fyrir bæði lið? Hvað þýðir... Ég bara í sjokki. Ég bara skildi fullkomlega. Ég bara í sjokki, akkurat núna. Ég sá ekkert aðtöðavert við 2-0 Dusty spátummiðin hérna í upphafi kvölds. Ég hugsaði með mér, þú veist, alveg undir réttum kringumstæðum, þá Kano lið sem gæti alveg tekið eitt mapp og svona bjóst við því að það myndi frekar vera eitthvað svona slembi mapp, það sem hlutinni detta með þeim eins og kannski slysastir til þess að taka trein. Herðu, þeim leið ekki vel á trein, þeir ná samt að koma því einhvern veginn í 13-10. Svo fyrir við á Núk og þeir átkalla, þeir playa Dusty á Núk í samt svo þröngum leik, svo tætt leik. Dusty bara taka á alveg á limmið og ég bara, sá leikur hefði geta, þú veist, köstum upp á pening. Bara hvoru megin hann hefði geta fallið. Sko. Þetta var definition að því að bara levela upp með hverjum einasta, mér langar að segja helming, út af því að þeir gerðu það akkurat, Þegar vorum að horfa fyrst í trein, það sem að virkaði fyrir þá, voru svona puggy plays, straujum A, straujum B, straujum undir jólatré, whatever, þú veist, það virkaði fyrir þá. En svo gradually urðu þeir bara meira og meira snirtilegir út alla sérina og eins og segir, við vorum að tala það, bara hver að kóla fyrir þetta lið, af hverju lítur þetta svona vel út, ok, þetta lítur bara að vera eitthvað eitt mapp, nei, förum yfir í Inferno og þeir outplaya Dusty. Þeir voru 6-1 undir, setja megin. Skilur þeir byrjaði hann að leik 6-1 undir setja megin á móti Dusty. Dusty voru bara að spila ekkert eðlilega vel, voru bara ógeðslega þéttir, það sá ekki til sólar hjá Kano. Ég var búinn að missa alla trú og þess vegna sagði ég, þeir virtust vera búin að missa alla trú, þess vegna sagði ég, þeir verða að spila með kassan úti, þeir verða að spila með sjálfstöðst þegar þeir ætla að geta unnið þennan leik. Og ég veit ekki hvort þeir hafi bara heyrt í mér eða eitthvað, en bara í næsta rándi þá kveiktu þeir á einhverju rugglustu vél sem ég hef séð í íslenskum CS-leik og bara mörður ránd eftir ránd. Þetta var svona eins og hundur sem að neitar að sleppa. Viltu turbo eða viltu keflablása? Settu bara bæðið á maður. Við finnum leið. Þetta var galið að horfa á það og spila þessa serju. Þetta lítur að vera uppsett mótsins. Já, eða ekki. Bara, þú veist, ég er tilbúin að segja núna, en ég er bjartur með Kano. Sko, ég held að Kano væri bara svona, ég veit ekki hvað að segja, ég er orðlaus. Af því að við vorum að horfa á quarters. Ef þetta var að gerast í semis eða jafnvel bara grand úrslundum eða undanúrslundum, þá væri þetta, ok, þetta var one for the history books, en við erum að horfa á þetta í quarters. Ég held að við sem að fara að fá Kano á, bara öllum sílindurum út restina af vormóti ljósleiðarans. Veistu, sko, ég er líka nokkuð viss um það og framstími getur leiðrétt mig að það er rangt hjá mér, en þetta var sko Dusty sem fyrsta sít úr sínuriðli. Ég held það. Á móti, Kano fjórða sít. Ég held það sér rétt sér, eins og sítin oftar en ekki, ég er bara gísku til lofti. Ég er nokkuð viss um það að Þór hjólið sé 2-3, alveg eins og Ármanns saga var 2-3 og Vega Fylkir var 1-4, þannig að það er bara 1-4 eftir, þannig að Dusty var að koma inn sem first seed af því að þeir sópuðu groupstageið. Kano var að koma inn sem fjórða seed úr sínum bracket, sínum riðli og vinna Dusty í 8. úrslitum. Þetta var rugl. Dusty var second, ok, þetta var 2-3. Ok, en samt, Dusty, við horfum svolítið á þá eins og bara priority seed, eins og ég endurtekta bara nafnið. Já, það var alveg rétt, Þór var first seed úr þeim riðli. Já, okay. en það er bara eins og hvaða nöfn sem eru í Dusty, þau eru þarna fyrir ástæðu. Já. Og Kano, það er hægt að segja sama en samt ekki út af því að Dusty eru með miklu stærra lið á baku sig og akkurat eru búin að gera þetta svo lengi. Kano, við erum ekki búin að sjá þá síðan byrjun. Já. Þannig að... Veist, ég meina, klukkan er 10:30 og ég get rétt sko, ég á eftir að ég er erfitt með að sofna, ég get rétt ímynda mér hvernig leikmönnum á eftir að líða, en nú ætla ég að spyrja þig, núna vil ég fá MVP fyrir seríuna. Þú mátt líka gefa mér MVP fyrir Inferno eða þú vilt brjóta það niður þannig sko. Eigum við, sko, ég ætla að segja Blik, það er MVP minn. Yfir seríuna? En mér langar að setja hérna á milli okkar bara svona. Það er þessi no-name IGL sem við vitum ekki hver er. Hann er eiginlega MVP-in svona fyrir hjarta mitt sko. Fyrir hjarta? Já, en Blik bara á scoreboardinu og líka bara impactin hjá hann voru, gull. Bara, hann vissi alltaf hvað hann var að gera. Þú veist, það er búið að tala um Blik lengi. Já. Og hann hefur alveg komið úr staðið sér vel.
en þetta var alveg svona breakout, ég get leitt lið performance. Já. Þú veist, þetta var framist það sem að maður bara eitthvað, já, ok, hverja vil ég í kjarnanum mínum? Ég vil Blikk, þú veist, og hann fór allt í einu bara efst á það blað. Og tala nú ekki þegar þú ert að fara að missa einhverja sleggjur og Þorsteinn F bara úr senunni, hann bara að fara erlendis, að það að fara að skilja eftir sig bara mjög stórt holrými sem einhver þarf að fylla og það flæðir alltaf eitthvað þarna inn en mikið rosalega Blikk að stíga upp þarna og vel að þessu komin, þetta var frábær sería hjá honum en þar höfum við vitum allavega að það verður ekki Dusty sem kemst áfram hérna í undanúrslitin, það Kano sem að taka þvílíkt upset með frábæra framistöðu í erfiðu mappúli og af öllum möppum enda þetta á siglu comeback sigri í Inferno. Þetta var yndislegt kvöld, frábær CS og við þökkum kærlega fyrir samfylgdina fyrir hönd mín og Steipu að þá sjáumst við hér næst á þriðjudaginn klukkan 7:15 þar sem að við munum horfa á fyrri undanúrslitaleik milli Ármanns og Vega. Þangað til þá, sjáumst næst.